Fundur settur í efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis. Ég vil bjóða velkomin á fundinn Björk Sigurgísladóttur, varaseðlabankastjóra fjármálaeftirlits, Gunnar Jakobsson, varaseðlabankastjóra fjármálastöðugleika og Gunnar Þór Pétursson, nefndarmann í fjármálaeftirlitsnefnd. Efnið þessa fundar brot Íslandsbanka við sölumeðferð eignarhluta ríkisins í bankanum og gert ráð fyrir því að fundurinn standi í 90 mínútur. Formaður biður nefndarmenn og gesti að hafa í huga reglur opna nefndarfundi sem hafa verið settar af forsætisnefnd Alþingis. Fyrirkomulag fundarins verður með þeim hætti að fyrst munu gestir vera með stutta framsögu málefni fundarins. Að því loknu gefst nefndarmönnum kostur á að spyrja spurninga og fá svör áður en næsti nefndarmaður fær orðið. Nefndarmenn beðnir að hafa í huga að á opnum fundi skulu nefndarmenn einvörðungu beina spurningum til gesta en ekki setja fram almennar hugleiðingar efni fundarins né efna til umræðna fundarefnið sín í milli. Nefndarmenn og gestir jafnframt beðnir að hafa í huga að ræðutími takmarkaður. Ég ætla því að gefa boltan yfir til ykkar. Það Björk eða Gunnar sem að... Já, ég skal bara aðeins byrja. Já. Kannski ef ég bara rétt svona fer yfir svona það mál sem hérna til umræðu. Eins og ég þekki þá hefur fjármálaeftirlitið, fjármálaeftirlit Seðlabankans verið með til rannsóknar mál sem varðar aðkomu Íslandsbanka að sölu bankasýslu ríkisins eða útboði þess á eignarhlutum ríkisins í Íslandsbanka. Og þessi rannsókn okkar, hún hófst fljótlega eftir útboðið fyrir rúm ári síðan og sneri að þessari veitingu á fjárfestingu og þjónustu bankans. Það niðurstaðan eftir þessa rannsókn sem var mjög umfangsmikil og kallaði á öflun á mikið gögnum og upplýsingum að Íslandsbanki hefði þarna hefði átt sér stað brot á margvíslegum skyldum bankans sem sölu og umsjónaraðila með útboðinu. Og þarna þessi brot vörðuðu til dæmis greiningu hagsmunaárekstrum, flokkun viðskiptavina eða flokkun fjárfesta. Það var brot sem varðaði að viðskiptafyrirmæli og voru ekki hljóðrituð og varðveitt. Brotin snéru líka villandi upplýsingagjöf til viðskiptavina, snéru að því að bankinn hafði ekki framkvæmt áhættumat sem við töldum að þeim hefði borið að gera. Þá var að ræða brot á þessari almennu reglu sem að snýra að stunda starfsemina fagmennsku í samræmi við eðli og heilbrigða viðskiptahætti og loks var líka talið að brot hefði verið ræða á stjórnarháttum, setja ákvæði sem tengja stjórnarháttum og þannig hefði bankinn í rauninni ekki tryggt það að stjórnir bankans væri með varfærnum og skilvirkum hætti sem endurspegla svolítið í því að stjórnendur tókst ekki að tryggja það að bankinn starfaði í samræmi við lög og reglur í þessu útboði. Niðurstaðan hún þessi og þarna málinu lokið með sátt við bankann og sem að kveður á það að bankanum ber að ráðast í umfangsmiklar úrbætur og greiða sekt þar sem að ræða sektafjárhæð sem svona sú hæsta sem að fjármálaeftirlitið beitti þessa og þetta rauninni fyrsta skipti sem við erum að fara yfir þennan þessa hámarksfjárhæð í refsirammanum eða stjórnvaldssektar fjárhæðarammanum inn í löggjöfinni og erum þá að fara yfir þessi 800 milljónir og beitum þarna veltutengingu og þetta þá sektafjárhæð endurspeglast alvarleika málsins, alvarleika brotana og svo eins þá stærð aðilans því þarna snýr fjárhæðin meðal annars að veltu Íslandsbanka sjálfs. Þannig að þetta svona smá inngangur inn í málið. Takk fyrir það. Vil ég bæta ykkur við áður en að kannski bara bæti einu við sem að lítur að því það hefur aðeins örlað í umræðinu að fjármálakerfið í heild sé undir og það sé mögulega jafnvel í því að það sé sama staða uppi annar staðar eða í annarri starfsemi innan fjármálageirans og ég held að sé bara mikilvægt að hafa í huga eins og Björk kom inn á áðan að þessi skoðun fjármálaeftirlitsins laut að afmörkuðum þætti í starfsemi Íslandsbanka, þar að segja fjárfestingabankastarfseminni og sá hluti starfseminnar tiltölulega
lítill hluti starfsemi Íslandsbanka. Íslandsbanki er einn af 3 kerfislega mikilvægum bönkum sem eru 95% pluss af bankakerfinu hér á landi. Stærsti hluti starfsemi innan þeirra banka lítur að viðskiptabankastarfsemi og það eru engar vísbendingar það að það sé neitt sambærilegt innan viðskiptabanka þessara kerfislega mikilvægu banka. Og í öðru lagi, ef við horfum á kerfið í heild, þá erum við búin að vera hér í ítarlegri úttekt frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum á fjármálakerfinu á Íslandi, EFSA úttekt sem er gerð með reglulegu millibili og hún var birt bara í síðustu viku, var það ekki? Föstudaginn. Og það sem eru bæði niðurstaða úttektarinnar og margar skýrslur sem að þeir nefna technical notes eða svona tæknilegar skýrslur sem farið yfir mörg atriði fjármálastarfsemi á Íslandi og við komum bara mjög vel út úr því sem fjármálakerfi á Íslandi. Einnig vil ég nefna að á hverju ári er farið í svokallað SREP eða mat á starfsemi bankana. Þetta er bæði bankarnir í framkvæma sjálfsmat og svo tökum við bankana út frá eiginfjárkröfum, lausafjárkröfum, stjórnarháttum og fleiri þáttum og það er eins og ég segi, það er engar vísbendingar það að þetta sé út fyrir þessi afmörkuðu viðskipti sem eru undir hér í þessari sátt og þetta sé bara mjög mikilvægt bara fyrir okkur að ég held að við getum enn haft bara fullt traust á fjármálakerfinu á Íslandi þrátt fyrir þá atvikalýsingu sem að þið hafið öll lesið í sáttinni. Takk fyrir þetta. Bæta því við. Arndís Anna, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir að koma á fund efnahags- og viðskiptanefndar. Við í Pírötum óskuðum eftir því að nefndin yrði kölluð saman vegna þessara alvarlegu lögbrota sem Íslandsbanki hefur gengist við því að hafa gerst sekur Okkur fannst í kjölfari mikilvægt að eiga beint og opið samtal við fulltrúa fjármálaeftirlitsins eðli sáttarinnar og kannski afleiðingar hennar. Sömuleiðis finnst okkur mikilvægt að fá svör við ákveðnum spurningum, svo sem því hvers vegna þið teljið ekki rétt að birta sáttina í heild sinni, heldur halda ákveðnum hlutum hennar frá almenningi. Loks til í rétta að taka fram og árétta þá afstöðu okkar í Pírötum og ég veit að fleiri flokkar deila þeirri afstöðu að það þurfi að koma fót rannsóknarnefnd söluferlið eins og við höfum krafist frá upphafi. Þá langar mig að taka fram að það var óskað eftir því að fjármálaráðherra kæmi á þennan fund en okkur var tjáð að hann kæmist ekki. Það væri gott að fá skýringar formans á fjárveru hans ef það liggja fyrir. Þá ætlum ég bara að vinda með spurningunum sem að mér langar kannski til að beina til ykkar í upphafi. Í tilkynningu fjármálaeftirlitsins sáttina við Íslandsbanka kemur fram að þess að sagt í þessari undirritari sátt sem birt í heild sinni kemur fram málsatvikum og niðurstöðum fjármálaeftirlitsins á brotum Íslandsbanka lýst með yfirstrikunum í samræmi við 9. grein A laga nr. 87/98 opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. Þegar við skoðum þessa 9. grein A þá kemur þar fram, ég ætla bara að fá að lesa hérna, fjármálaeftirlitinu heimilt að birta opinberlega niðurstöður í málum og athugunum með byggjast á lögum þessum nema ef slík birting verður talin stefna hagsmunum fjármálamarkaðarins í hættu, varðar ekki hagsmuni hans sem slíks eða veldur hlutaðeigandi aðilum tjóni sem ekki í eðlilegu samræmi við það brot sem ræðir. Spurningi sem ég langar til að beina til ykkar hvað þetta varðar hvers vegna það var tekin ákvörðun að yfirstrika þessa þætti, hvort að það séu sömu rök að baki öllum yfirstrikunum. Þá langar mig kannski að spyrja sérstaklega yfirstrikanir á blaðsíðu 12 í sáttinni, ég veit ekki hvort þið séu með hana fyrir framan ykkur. Og sem kannski fylgjandi spurning hvort að fjármálaeftirliti hafi tekið tillit til þeirra miklu almannahagsmuna sem eru í húfi við það af því að allar upplýsingar komi fyrir augu almennings. Það langar mig til að spyrja dálítið út í það sem að hefur verið ítrekka varðandi alvarleika brotana og sem að var ítrekka hér líka í ykkar inngangi og sektin endurspeglar sannarlega með því að fara út fyrir ákveðin hámörk og annað.
hins vegar þá að vekur ákveðna undrun að þau séu samt sem áður ekki talin það meiri háttar að ástæði sér til þess að fara með þau lengra. Þá á ég við til lögreglu. Þannig mér langar til að spyrja varðandi þessi margvíslegu brot sem sáttin nær til, teljið þið ótvírætt að enginn þeirra teljist vera refsiverð brot samkvæmt hegningarlögum eða öðrum sérlögum og ástæði til þess að fara af stað með rannsókn lögreglu eða að gefa henni færi á að meta það. Mér langar bara til að spyrja ykkur beint út, ég veit ekki hvað markið geti svarað, áttu sér stað innherjasvik starfsmanna Íslandsbanka við söluna á Íslandsbanka. Stendur til af hálfu fjármálaeftirlitsins að kæra slík hugsanleg brot til lögreglu. Nú það í höndum fjármálaeftirlitsins að kæra flest brot sem þetta varðar. Að lokum langar mig að spyrja, hér hefur verið nefnt að þetta mál lúti að litlum hluta starfsemi Íslandsbanka og að sé kannski ekki ástæða til þess að dæma allt fjármálakerfið út frá þessu. Mér langar til að spyrja ykkur hvort að þið hafið ekki áhyggjur af því að það hugafar og svo menning sem endurspeglast í þessum margvíslegu og eins og lýst í sáttinni kerfislægu brotum sé áhyggjuefni þessi menning og þetta hugafar sem þarna endurspeglast og hvort að það svona á heildina liti gefi raunverulega ástæðu til þess að hafa fullt traust á fjármálakerfinu eins og þið nefnið það. Og ég læt þetta duga billi. Gjörðu svo vel. Já, við reynum að svara eins og við getum og en já, fyrsta spurningin varðaði yfirstrikanir í sáttinni og þetta bara mjög eðlileg og góð spurning. Við fórum yfir skjalið eins og það lá og gengum eins langt og við gátum að hafa sem minnst yfirstrikað og þarna erum við svona að reyna að gæta einhverja varfærni því þarna eru kannski upplýsingar fjárhagsupplýsingar einstaklinga sem að í rauninni eru ekki til rannsóknar og kom ekkert að þessu máli sem slíkir og þannig okkur er óheimilt að veita upplýsingar enga og fjárhagsmálefni einstaklinga sem sanngjarnt og eðlilegt leynt fari en með samþykki þessum hlut á og þetta er ákvæði í upplýsingalögunum og í lögum Seðlabankann 16. grein og svo þarna líka þá almennar þagnarskylda á okkur samkvæmt lögum og almennar reglur friðhelgi einkalífsins á grundvelli allar þessar sjónarmiða þá fannst okkur varfærið að strika út þessar upplýsingar og þetta varðar bara þá einhver viðskipti einstaklinga eða félaga en það náttúrulega eins og í svona málum að þá ef einhver óskar eftir þá alltaf leið að fara með þetta fyrir úrskurðarnefnd upplýsingamál ef einhver telur þetta vera upplýsingar sem eiga ekki að vera að birta með þessum hætti. En þetta var svona þessi varfærnaleið sem var farin okkar hálfu. Þetta er bæta við Gunnar sem að... Nei, en ekki sko, ég held að þessi bara þannig það er betra að fara varlega þegar búið að birta upplýsingar, það er auðvitað ekki aftur tekið en ég tek undir að það er auðvelt að fá úr slíku skori fyrir úrskurðarnefndum upplýsingamál sem að myndi þá meta það sem getur við satt hlutlaus þriðji aðili. Fylgja örstuðt eftir, Aldís. Allar útstrikanir lutu að þessu þætti í rauninni vernd friðhelgi einkalífs eða persónuvernd tiltekinna einstaklinga eða aðila. Já, þarna voru einhver aðilar, þetta var allavega svona, ég held að þarna voru einhver viðskipti sem átt sér stað sem að voru ekki liður af þau koma upp og þau koma inn í matið, okkar til dæmis á mat á hagsmunaástrum og flokkun, en þetta er ekki í rauninni, þessar upplýsingar hafa ekkert að hver þarna er á bakvið, það skiptir ekki máli varðandi niðurstöðu málsins. Ég held að það sé lykilatriði hvort þetta skiptir máli fyrir niðurstöðu málsins og hvort þetta bæti í rauninni eitthvað við það sem að er að ræða þegar verið að lýsa atvikum í málinu. Ég held að það náist alveg fullnaðar niðurstaða í málið þrátt fyrir að þessar persónuupplýsingar séu útstrikaðar. Takk fyrir það. Varðandi alvarleika brotana að hvort að ekki þau komið til greina að kæra þau eða vísa þeim til lögreglu. Þá það þannig að þessi brot sem tilgreind í sáttinni, þau eru öll þess eðlis að þau eru varða ekki refsiviðurlögum. Það sagt á fangelsum. Þannig að það kom aldrei til greina að vísa þessum brotum sem hér kveðið á til lögreglu.
Varðandi innherjasvik að þá kannski rétt að segja það að þessi sátt sem hérna liggur fyrir, þarna allt sem varðar Íslandsbanka í söluferlinu, öll þau brot sem að koma upp í því ferli eru tilgreint hér. Þannig að það engin önnur brot upp á borðinu eða eitthvað sem ennþá til rannsóknar hjá okkur. Varðandi hugafar, svona aðeins... Bara til þess að bæta við varðandi innherja viðskiptin, það sem var að ræða hér, þar var verið að selja hlut í Íslandsbanka sem að var nú þegar á markaði, þannig að það var verð á hlutunum skráð þá dagar sem að söluferli fór fram. Þannig að það eru, eins og Björk kom inn á, það eru engar vísbendingar það að þeir sem keyptu hafi haft einhverjar upplýsingar umfram aðra, og við sjáum það líka bara í verðlagningu bankans bæði í þessu útboði og eftir útboðið að hún hefur verið tiltölulega á þessu bili sem að markaðsverði var fyrir útboðið. Þannig að það ekki allavega einhverjar vísbendingar það að hafi verið innherja upplýsingar sem einhverjur hafi verið að færa sér í nyt, bara til þess að setja það svona í samhengi. Já, þá síðan spurningi var það hugafar, þetta hérna eins og fram kemur kannski í sáttinni, ég kannski bara vil vísa í efni hennar, að þá hefði ýmislegt mátt fara öðruvísi og eitthvað kannski snýri að, eins og þú nefnir, einhverju hugafærði eða menningu eða eitthvað slíku og það náttúrulega, eins og Gunnar nefndi áðan, að við höfum kannski ekkert ástæðu að ætla að það sé einhvers staðar annars staðar, en það það okkar hlutverki og svo kemur í ljós að eitthvað slíkt sé upp í öðrum aðilum að takast á við það. Akkurat. Ég hleypa næsta nefndamann að, Kristrún Frostadóttir, gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Ég með nokkra spurningar, ég ætla bara að fá að spyrja staka í einu. Getið þið sagt mér hvað eru margir hæfir fjárfestar í landinu? Og ef ekki bara punkt og prik, hvert cirka umfang þeirra er? Ég held að ég hef ekki svarað þessar spurningu. Það ekki miðlæg skrá hæfa fjárfesta. Nei. Þetta lagt á hendur hvers og eins fjármálafyrirtækis að meta það hvort að þeirra viðskiptavinir séu hæfir fjárfestar og halda þá skrá utan það, en það ekki miðlæg skrá til á Íslandi þar sem haldir utan alla hæfa fjárfesta. Nema þeir einhverjum þúsundum? Bara erfitt að giska á það. En það var einhverjum tímpúndi svona miðlæg skrá sem var svo með breyttu regluverki, þá var þetta sett bara á hvern og einn aðila að meta sína viðskiptavin út frá ákveðnum kriteríu sem sett fram í lögum og reglum. Ok, svona kannski í ljósi þess að þó við séum ekki með fjöldan, þá ætlum ég að gefa mér að þetta allavega einhver fjöldi og hann á nokkrum stöðum. Það mat ykkar að það sé einhver leið að tryggja jafnræði meðal mögulega mörg þúsund hæfra fjárfesta í útboði sem átt að taka hálfan dag að vinna úr, ef skilyrðir var aðeins að viðkomandi væri hæfur? Já, kannski eins og framkemur í sáttinni, þá finnum við að því að í rauninni var verið að flokka eftir að útboð hafið. Og kannski eins og hefur líka komið fram hjá Ríkisendurskoðun, þó ég sé ekki að leggja þeim orðum, en þá virðist svona hafa verið svona önnur hugmynd uppi hverju væri að fara að taka þátt í þessu útboði. Og þannig að já, það var margt við þetta fyrirkomulag sem var kannski þess aðlis að það hefði þurft að gæta sérstaklega varfærni, þannig var verið að tilboðsfyrirkomulag notað sem bara ekki þekkt hér á landi, það einhver fordæmi en mjög fá, af því að þetta fyrirkomulag notað, þannig verið að Íslandsbanki að hafa umsjón með útboði í hlutabréfum sjálfum sér og þarna ríkiseign að ræða. Þannig að þarna voru mörg svona atriði sem að kannski kölluð á sérstaklega varfærni og það hefði svona, þannig að það held ég að vera svarið. Ég get ekki kannski svarað sér betur en það. Flott. Og bæta við. Nei, bara bæta kannski því við að það að vera skilgreindur hæfur fjárfestir felur ekki í sér rétt, heldur felst í skilgreiningunni fjárfestavernd. Þannig að þú getur ekki tekið þátt í viðskiptum sem að mögulega eru þess eðlis að þú skiljir ekki viðskiptin eða skiljir ekki þá áhættu sem felst í viðskiptunum og þess vegna gerð krafa það, eins og Björk kom inn á áðan, að viðkomandi aðilar fullnægi ákveðnum skilyrðum annarkvort reynslu á fjármálamarkaði, eignastöðu eða eitthvað annað þvíumlíkt og þess vegna þetta en spurningunni sem þú spyrð að varðandi
jafnræði, það í rauninni felst ekki í þessari heimild laga að geta beitt þessari aðferð að allir hæfir fjárfestar komið þar að borðinu. Það yrði þá að vera einhvers konar önnur krafa. Það er ekki eitthvað sem væri á borði okkar að skoða. Við erum ekki að gæta jafnræðis fjárfesta í svona útboði, heldur eru við að gæta þess að þeir aðilar sem að taka þátt í útboðinu séu rétt flokkaðir. Já, þannig að ég menna ef ég skil ykkur rétt, það er bara ekki ykkar verkarhing að leggja mat á hvort að lögum sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum hafi verið virt vegna þess að jafnræði er eitt af þeim þáttum. Það var náttúrulega ekki undir í þessu og varandi þetta sérstaklega þá var þetta skoðu mörg atriði varðandi flokkunina, bæði hvort hún hefur rétt framkvæmd og tímasetningu á framkvæmdinni og líka því hvort að fjárfestar hafi sérstaklega verið hvattir til þess að færa sig yfir í þennan flokk og bendum náttúrulega á að einstaklingur eða lögaðili tapar auðvitað að sjálfu sér ákveðnu réttindum líka við að vera flokkað með þessum hætti en það var ekki til skoðunar hér sérstaklega hvort að einhver jafnræðissjónarmið hafi verið undir. Ég held að það sé samt alveg augljóst þegar þessi texti er lesin að það getur auðvitað skipt máli og þegar að verið er að flokka fjárfesta með þessum hætti á síðustu stundu og jafnvel eftir síðustu stundu það er auðvitað kemur slíkar spurningar fram en það var ekki sérstaklega undir þessu. Kannski rétt til að bæta við líka það sem er í þessu máli, þarna er einfaldur gerningur sem er til sölu en það eru skilmálar útboðsins sem að krefast þess að þarna sé einungis hæfum boðið að taka þátt. Mér langar að spyrja varðandi það sem að kemur fram í skýrslunni að þið teljið að það hafi verið villt fyrir bankasýslunni. Meðal annars með því að nýta eignastýringu bankans til að kaupa fyrir hóp almennra fjárfesta. Spurningin snýr að því hvað felst í því að villa fyrir? Spurði bankasýslan hverslags fjárfestar voru þarna bakvið og Íslandsbanki sagði ósatt? Eða spurðist bankasýslan ekki fyrir hvort hæfaðalega var að ræða? Neitaði bankinn afhenda upplýsingar sem bankasýslan kallaði eftir eða snýst þetta ósamindi? Já, kannski við byrja að í rauninni það sem að við getum ekki séð á gögnum málsins að bankasýslan hafi verið upplýst það að þarna baki væru almenni fjárfestar. En var vitað hvort að hún hafi spurst fyrir það? Það er allavega engar fundagerðir annað sem að sýna það. Við sjáum ekki á gögnum málsins, hvorki skriflegum gögnum, fundagerðum annað að þetta hafi verið eitthvað til umræðu. Það var ekkert til umræðu milli bankasýslan og Íslandsbanka hvort að hæfa fjárfesta væri að ræða? Eins og ég segi, við sjáum það ekki skriflegum gögnum sem við öflugum í þessu máli. Mér langar að spyrja varðandi markaðsræfingar dagana fyrir útboðið. Það hefur verið fjallað flögt í verði með bréfin í Íslandsbanka. Er verið að skoða þetta hjá fjármálaeftirlitinu eða hvers vegna var þetta ekki partur af þeirri skýrslu sem núna kom fram? Já, það kannski má segja að þetta var tekið til skoðunar og það voru eðlilega skýringar sem að fengust á þessu. Og að lokum bara stutt. Af hverju kemur þessi skýrsla út einn söluaðila í einu í stað þess að við fáum heildarmynd af ferlinu, þá erum við að fá þetta í skömmtum yfir langan tíma. Þetta er að fá mikla athygli núna varðandi þennan eina söluaðila þegar við vitum að fleiri söluaðilar komi að þessu og einhverju leyti virðist vera partur af skýringunni eins og fram hérna hefur komið, mögulega skortur á samskiptum milli bankasýslu og söluaðila. Er einhver ástæði fyrir að fjármálaeftirlitið vinnur þetta svona? Þetta er bara góð spurning hjá þér en þetta er þannig að við erum bara að klára eitt og eitt mál, þetta er unnið jafnhliða en það lokar kannski, málin lokast ekki á sama tíma. Já, kannski rétt að nefna þetta er náttúrulega búið að þarna var Íslandsbanki með miklu stærra hlutverk heldur en hinir söluaðilarnir. Í raun eru þeir bara að framkvæma lítinn part af verkefninu meðan að Íslandsbanki er í rauninni með allt útboðið og sjá bæði innlendu og erlendu bókina og líka eru að selja og eru stór þáttakandi í því líka. Gott mál. Hildur Sverrisdóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir.
Takk fyrir að koma hérna fyrir nefndina og ykkar greinagóðu rannsókn. Mér langar aðeins að dvelja við þessa almennu fjárfestar sem þá skilgreindir sem fagfjárfestar og kannski bara til upprifjunar og þá þessi leið farin, þetta svokallaða tilboðsfyrirkomulag sem þá aðferð sem notuð þegar þarf að losa stóra eignarhluti á skömmum tíma. Alveg hárrétt að það ekki mörg fordæmi hér á landi en einhver þó, en þetta víða notað í löndunum í kringum okkur og þá hefur verið talsvert notuð til þess að losa ríkishluti og bara síðast á Írlandi þar sem írska ríkið losaði hlut sinn í banka þar. Fagfjárfestingar skilgreiningin skiptir þar auðvitað höfuðmáli einmitt út af því eins og þú komst inn á að þar ræðir ekki að allir með ekki taka þátt, heldur til þess að vernda þá sem ekki taldir búa yfir þessari þekkingu til þess að geta tekið þátt í þessu á skamma tíma. Við munum alveg hvernig viðbrögð margar voru þegar listinn var birtur, þegar fjármálaráðherra birti listan og ég var að tala fyrir sjálfa mig að maður satt samt svona rólegur í sjálfum sér gagnvart því að huglægt mat var ekkert að ræða, það var ekkert í boði, þar sem skilgreiningin bara frekar skýr í lögum hlutlæga mælikvarða. Þess vegna finnst mér óbúslega vonbrigði og óásættanlegt að sjá núna að það hafi ekki verið hægt að fylgja þessum hlutlægu mælikvörðum. Mér langar kannski bara að forvitnast þar sem að þessi aðferð hefur verið notuð víða. Hvort að þið hafið orðið þess áskynja hjá systur eftirlitsstofnunum ykkar í lótunum kringum okkur, hvort að þessi aðferð almennt hafi kallað á sömu áskoranir eða vandamál eða vinnubrögð, eða hvað viljum kalla það. Einnig þætti mér áhugavert að vita hvort að eftirlitið hér heima hafi áður orðið þess áskynja að verið sé að skilgreina almenna fjárfesta sem fagfjárfesta, hefur þetta komið inn á borð eftirlitsins áður í öðrum sölum eða þetta einstakt atvik núna, því að ég heyri þið hafi bæði sagt og svona vilja undirstrika að þessi úttekt sé ekki til markaðin í heild eins og ég hef skilið ykkur. Þannig að já, mér þætti áhugavert að heyra af því, takk. Þú byrja að tala með þetta og ég byrja. Nei, bara til þess að byrja varðandi þessa aðferðafræði að þá hún, eins og þú nefnir, þekkt og það felast í þessari aðferðafræði ákveðnar undanþágur þá frá lýsingu. Það sem talið mjög mikilvægt þegar verið að selja eignarhluti á markaði til þess að tryggja öryggi og virkni markaðarins og þannig að þeir fjárfestar sem taka þátt í kaupum og bréfum að þeir fái fullnægjandi upplýsingar það sem verið að selja. Það má reynda að segja í tilfelli þegar verið að selja hlut í fyrirtæki sem nú þegar skráð á markaði að þá liggja ansi miklar upplýsingar fyrir félagið. Þannig að því leytinu til voru, þó það væri ekki gefnar út sérstakar lýsingar í þessu tilfelli, að þá lágu fyrir upplýsingar hvað var verið að selja. Bara í opinberum, þeir birta ársfjórðungsuppgjör og ársuppgjör og því líkt. En þannig að varðandi þessa undanþágu frá lýsingunni þá byggir hún á því að til þess að slíkt sé hægt að þá sé að ræða þá sem að hafi umfram þekking á markaði eða eignastöðu til þess að geta tekist á við þá áhættu sem að í því felst og að því leytinu til aðferðin ekkert óeðlileg við sölu á hlut í skráðum aðila á markaði til þess að losa ef það þarf að losa fljóta því að þarna geta verið að ræða sjónarmið að ef þú ferð í einhvers konar annað ferli og nú ekki að segja að önnur ferli geta ekki gengið, þau geta vel gengið að þá séu meiri líkur á því að einhverju upplýsingar fara út á markaðin sem að geti þá haft áhrif á verðmyndunina heldur en að gera það með þessum hætti. Ég þekki ekki til þess en það þarf ekki að vera að það sé ekki að það hafi komið upp svona hliðstæð dæmi þessu máli skilgreiningu á fagfjárfestum. Mögulega horfir það þannig við að í
mörgum af þessum stærri fjármálamörkuðum að þá hópur fagfjárfesta bara miklu stærri og þá ekki það þarf ekki að vera að leita að fleiri fjárfestum til þess að taka þátt með sama hætti mögulega. Ég þekki það ekki en ég þekki kannski réttilega bæta þeim sem ég nefndi áðan þegar Kristján var að spyrja að þetta fyrirkomulag getur líka verið áskorun með þessar aðstæður að þarna var líka eins og ég nefndi áðan þarna var verið að Íslandsbanki að selja sjálfum sér og þarna var ríkiseign og ýmis svona aðstæður þarna uppi sem að krefðu svona sérstaklega varfærni og kannski það líka sem að kemur niður á fyrirkomulega eins og slíku. Þannig þetta tilboðsfyrirkomulega byggir að þetta sé nokkuð stuttur tími þar sem verið að afgreiða og halda utan þetta verkefni. Þannig að svona, það svona kannski eitt vinkill af þessu. Og undan þá frá lýsingakröfu? Já, akkurat. Kannski bara stutt varðið hvort þetta verður áðurkomið borgareftirlitsins hér innanlands? Ég þori hvorki sig af eða á. Við þurfum bara að skoða það. Bara aðeins að skoða einhver eldri mál. Takk fyrir. Takk, Ásthildur Lóa. Já, komið sæl og mér langar nú að byrja að þakka Fjármálaeftirlitinu fyrir því að miklu vandaða skýrslu þetta mál. En ég velti fyrir mér af hverju það sé farið sáttaleið við bankann þegar brotin eru jafn alvarleg og víðtæk og raun ber vitni. Það alveg ljóst að banki í sjálfu sér brýtur ekki lög. Það alltaf fólk sem að gera það. Og nú hefur bankastjórinn óskað eftir því að láta störfum og gert samkomulag slok en það verður rauninni bara undir honum sjálfum komið eða þá hlutum við með bankastjórinn hefði ekki tekið þá ákvörðun sjálfur. Það ekki að kröfu FMI eða vegna lögbrótana auk þess sem líklegt að samkomulag starfslok feli í sér þess vegna veglegan starfslokasamning. En það óttalega líkum að því að kostnaðinu vegna sektana verði og jafnvel starfslokasamninga verði eins og alltaf velti vera neytendur en ekki fólkið sem brýtur lögin. En þrátt fyrir þessar áhyggjur mínar af stöðu neytenda þá langar mig að benda á að sektin þó ekki nema 10% af hagnaði bankans það sem af þessu ári. Og þó þetta sé hærri sekt en áður hefur þekkst, finnst ykkur þá vera há í samhengi við hagnað bankans og undanförnum árum og arðgreiðslu til hluthafa sem samkvæmt fréttatilkynningu frá bankastjóranum fráfarandi bankastjóra 110 milljarðar á undanförnum árum. Og getur FMI á einhvern hátt tryggt og fylgt því eftir að sektagreiðslum og jafnvel starfslokasamningum verði ekki velt yfir á neytendur. Þið sögðuð áðan að engin þessar brota verður refsiverð samkvæmt lögum en finnst ykkur það eðlilegt að fólkið sem fremur lögbroti sé algjörlega stikkfrí gagnvart lögum af því að lögbrotin átt sér stað inni í banka? Hefði ekki til dæmis verið hægt að beita persónulegum sektagreiðslum? Hann búið að spyrja sumt af því sem ég ætlaði að spyrja en að lokum eru einhver efri mörk af því sem gerði sáttum. Myndi FMI gera sátt upp á til dæmis 5, 10 eða 20 milljarða? Já, ég skal byrja á kannski Gunnar þeim endilega fylla inn í. Og endur sáttaleiðina þá það þannig samkvæmt okkar verklagi að ef að skilyrði sáttar eru uppfyllt að þá það alltaf möguleiki sem á borðinu. Og þessu tilviki þá óskar Íslandsbanki sjálfur eftir að ljúka málum þessum hætti og þá komið til greina, þá þarf að uppfylla 2 önnur skilyrði að aðili máls gengst við brotinu, hann viðurkenni hann hafi brotið af sér og hann ræðist í úrbótakröfur, eða úrbætur á grundvelli svona úrbótakrafna og það bæði hefur þá bankinn eins og kemur fram í sáttinni að hann óskar eftir sáttinni, hann gengst við brotunum og hann hefur þegar hafið úrbætur. Og svo við, það viðauki við þessa sátt þar sem í rauninni kveða á hvaða úrbætur að lágmarki bank þurfa að fara í og honum svo ber núna eftir innan 14 daga frá því að þeir undirrita að koma með svona áætlun, ítarlega áætlun til okkar sem við leggjum mat á og svo með haustinu þá skila þeir úttekt á úrbótunum sem við munum þá fara yfir og tryggja að þær séu þá fullnægjandi. Þannig að það svona allavega svari við því að með að ljúka málum með sátt. Þú spyrð hversu há hún geti verið eða hvort hún sé nægilega há. 10% af veltu síðastliðið árs algjört hámark samkvæmt lögunum. Samkvæmt síðasta árs algjört hámark samkvæmt lögunum og það hámarki sem við erum allavega bundin við og það var mat nefndarinnar sem að í rauninni tók þessa ákvörðun á grundvelli heildarmats alvarleika brotana og veltu að þessi sáttafjárhæð væri hæfileg.
Já, neytendur, hvort að við getum fylgt því eftir hvert já, það þá væntanlega bara grundvelli, þetta hefur ekki verið mát, þetta ekki eitthvað mál sem uppi núna hjá okkur, en ef að slíkt kemur til skoðun þá myndum við að sjálfsögðu skoða hvaða heimildir höfum þar. Þannig að það eru í sjálfu sér líkur á því að þessu verði bara velt yfir á neytendur eins og alltaf öllu þessu sem að þarna gerist. Ég bara spá í hvaða máli skipta úrbætur í raun og veru, ég meina úrbætur hvað? Skaðinn skefur, það ekki? Ég meina hvað ætlum við að tryggja með úrbótum núna? Úrbæturnar snúa, úrbæturnar snúa því við erum að horfa fram á veginn að bankinn starfi í samræmi við þetta regluverk. Hefði það ekki átt að vera á hreinu fyrir löngu? Ekki samtal. Ég kannski bara bæta aðeins við þetta að auðvitað það aðal markmiðið að það náist hlýtni við reglurverkið. Það svona sem á valdsviði Seðlabankans og fjármálaeftirlits. Þannig að það númer 1, 2 og 3 og það svona helst þá í hendur hér við úrbótakröfuna sem eru ítarlegar en í samræmi við málið. Og það hlýtur að vera tilgangur að ná fram þessari hlýtni. Varðandi að gera einstaka starfsmenn persónulega ábyrga þá það ekki eins og regluverkið í dag. Og við höfum ekki nein önnur úrræði en að halda okkur við það þá að vettvangi löggjafans að velta þeirri spurningu lengra ef svo breytir. Bara kannski bæta við þetta bara örstutt, að það kannski að þvælast fyrir okkur þegar við erum að tala sátt að það séu allir sáttir. Þetta snýst í rauninni bara það að það játning. Og við ljúkum málinu með játningu á þeirri atvikalýsingu sem og þeim brotum sem hafa verið framin og mitt mat það heppilegt þar sem það hægt að ljúka málum með játningu í staðinn fyrir að fara í vegferð fyrir dómstólum til þess að fá úr því skorið hvort að hafi verið að ræða brot og hvers konar brot hafi verið, sérstaklega þegar við erum að horfa til þess að reyna að koma á úrbótum. Þannig að ég held að það sé bara til þess að þegar við erum að hugsa hvað þýðir sátt. Takk. Steinunn Þóra. Já, þakka ykkur kærlega fyrir að koma á fund nefndarinnar og takk fyrir góð svör. Mér langar að hverfa aðeins aftur að því sem snýr að rannsókn FME á öðrum fjármálafyrirtækjum. Nú vitum við að það liggur fyrir að þessi mál lokist ekki á sama tíma og við eigum því von á einhverju, geri ég ráð fyrir einhver tíman síðar. Og ég vil því spyrja, liggur fyrir hvenær rannsókn á öðrum fjármálafyrirtækjum lýkur? Er eitthvað sem við getum haft einhverja væntingar það hvenær það verði? Og ástæða til þess að halda að það séu einnig að finna brotalamir þar? Já, líkt hefur komið fram að þá sendum við erindið að óskum eftir gögn frá öllum söluaðilum og könnuðum bara hvernig fyrirkomulega var hjá þeim og þetta bara, við höfum ekki ennþá lokið þessum athugunum. Sumar eru bara á lokametrunum, aðrar aðeins styttra komnar, þannig að það eina sem ég get sagt þetta að svo stöddu. Gott mál. Og ekkert það bara, ekkert innihaldið í þessu sem þið getið sagt á þessum fundi? Já, við höfum bara þagnarskyldu mál sem eru í meðferð hjá okkur og getum ekki tjáð okkur efnislega þau. En ef það verður komið einhvers staðar að niðurstöðum brot í þeim tilvikum þá verður það birt og gagnsæistilkynning það. Kannski bara bæta við að ég held að það sé mjög mikilvægt og það var í þessu máli og áfram í hinum málunum að það þetta ríkt að gæta þagnarskyldu undir meðferð á rannsókn málsins og það hefur farið tími og orka í það og þessu haldið í mjög litlum hópi. Það sem eru fáir en eins og ákveðna sérfræðiþekkingar krafist. Gott mál. Takk. Guðbrandur, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þennan fund. Mér langar kannski að byrja á vangaveltum þessa leið sem valin var og hvort að fjármálaeftirlitið hafi
haft uppi einhver varnaðarorð þegar að þessi, að mínum að til lokaða leið var valinn, af því að ég tel að liggja í hlutarins eðli að þetta fyrirkomulag sko hafi sko ákveðnu leyti innbyggt í sér sko ákveðið ógagnsæi og skort á jafnræði. Ég ákvað að prenta bara hérna út af ganni mínu eitthvað sem heitir flokkar fjárfesta inn á síðu Íslandsbanka, hverjir þeir eru og fyrir fólk sem að kannski veit ekki alveg út af hvað þetta gengur. Mörg okkar höfðu alltaf þá trú að með þessu lokaða útboði væri verið að leita að það sem að maður hefði kallað kjölfestu fjárfesta. En svo þegar maður fer að skoða eitthvað, þetta í framhaldinu þegar fara að tala um fagfjárfesta, þá dekka þeir ansi víðan sko hóp. Það er talað um sko 5 flokka, fjármálafyrirtæki í fyrsta flokki, stór fyrirtæki sem að uppfylla tiltekið skilyrði um efnahagsreikning, ársveltu og eigið fé, í 3. ríkisstjórnir, seðlabankar og alþjóðastofnanir, í 4. stofnanafjárfestar sem eru væntanlega lífeyrissjóðir og síðan 5. aðilar sem samþykktir hafa verið sem fagfjárfestar. Og svo stendur þarna í á þessu að með fagfjárstum átt við aðilar sem búið yfir reynslu og þekkingu og sérfræðikunnáttu, en þú getur bara með því að senda bréf og óska eftir að verða fagfjárfesti, þá getur þú bara orðið það. Og maður spyr, sko, er þetta ekki ansi simpelt að bara með því að senda bréf á Íslandsbanka sem sá sölunni sjálfur sér, þá gastu bara orðið fagfjárfestir. Var það skoðað hvort að það hafi gerst bara rétt í aðdragandunum, hvort það hafi verið að breyta almennu fjárfestum yfir í fagfjárfesta. Þannig að það kemur auðvitað í ljós að það er einhverjir almennu fjárfestar að kaupa samkvæmt ykkar greinargerð, en voru einhverjir sem skriði við línuna í aðdragandunum, af því að þetta er greinilega tiltölulega einfalt mál að verða fagfjárfesti ef að bankinn bara tekur við bréfi og stimpla það. Þannig að var þessi leið sem að mér finnst hafa verið sko, já, möguleik, það var hægt að misnota þessa leið, skoðuðu eitthvað þessa leið í aðdragandunum. Ég langar líka að nefna, þegar Gunnar nefni hér, þessir talar um aðferðafræði og umfram áhættu sem þessir aðilar þurfa að gera sér grein fyrir. Var einhver umfram áhætta fólgin í því að kaupa bréf á þessu tímapunkti þegar selt var á undirverði? Þú gast keypt bréf, tekið lán fyrir því, selt daginn eftir og hagnast. Þannig að maður velti fyrir sér, það var í raun og veru að mínum mati engin umfram áhætta fólgin í að kaupa bréf, heldur gafst ákveðnum aðilum tækifæri til þess að hagnast verulega af því að þeir fengu GSM símhringingu frá aðilum í bankunum. Takk. Ég get ekki fyrsta allavega sko að sem sagt til þess að geta hlotið þessa flokkun, þá er það aðeins flokknara heldur en að senda erindi til bankans að því leyti til að viðkomandi þarf að uppfylla skilyrði sem að varða meðal annars hvort að viðkomandi hafa átt umtalsverð viðskipti á síðastliðnu ári og verðgildi þarf að vera að minnsta kosti jafnvirði eða meira heldur en 500.000 evrur og eða að fjárfestirinn gegni að hafi gegnt að minnst 1 árs stöðu í fjármálageranum sem krefst þekkingar á fyrirhuguðum viðskiptum og eða þjónustu sem þýðir raun og veru að viðkomandi þarf áður en þessi ákvörðun er tekin að hafa uppfyllt að minnst 2 af þessu 3 skilyrðum og við förum einmitt ítarlega í það í þessari sátt að bankinn hafi þarna í ákveðnum tilvikum einmitt ekki metið þetta rétt en það er bankans að fara yfir og tryggja að þessi skilyrði séu uppfyllt og það er töluverður hluti af þessari sátt sem að fer einmitt í þessa þætti sem þú ert að hvort að það hafi verið gætt að því að gera þetta með réttum hætti hvort það hafi verið gætt að því þá að gera þetta líka á réttum tíma og hvort það hefur einhver óeðlileg hvatning eða hvati af hendi bankans til þess að getum við sagt ýta viðskiptavinum inn í þessa flokkun. En það er eins og alveg rétt að hugmyndafræðin með þessu ferli er svo að það hafi þurft að uppfylla þessa kröfur til þess að geta tekið þátt
og það hangir svolítið saman við það að það eru undantekningar frá lýsingakröfum í ferlinu sem þá öðruvísi heldur en þegar banki var seldur hluti bankans var seldur í fyrra skipti, þannig að þetta hangir saman að því leyti til að það liggja þá ekki fyrir ítarlegar upplýsingar stöðu bankans og þess vegna er rétt og eðlilegt að gera þá kröfu að það sé aðeins hæfir fjárfestar sem fá að taka þátt, þannig að það hangir saman. Svo ég svari aðeins þeim þætti sem er þá, má ég segja, ítarlega vil ég meina farið yfir hér frá mörgum hliðum í sáttinni og kannski annarkvort ykkar tæki seinni. Já, bara aðeins varðandi fyrst bara til þess að fylgja eftir því sem Gunnar er að tala varðandi lýsingarnar og það að vera metin hæfur fjárfestir, að þá eru þessar reglur ákveðnar formreglur sem eru lögfestar á þeim grundvelli að ef að þú horfir heilt yfir markaðinn og það eru margs konar gjörningar sem getur verið að selja undir þessum, margs konar fyrirtæki sem getur verið að selja undir þessum formreglum, að tryggja það að fjárfestavernd sé gætt og þess vegna þarftu að fullnægja formreglunni og formreglan byggir auðvitað á efnislegri áhættuð efnisréttinum undir niðri þeirri formreglu. Ef við komum síðan að því sem þú segir varðandi áhættuna í þessu tiltekna tilviki að þá má vissulega færa rök fyrir því að áhættan hafi verið minni. Það breytir því ekki að þú eru enn að fylgja formreglunni, en í öðru lagi að þá er yfirleitt auðveldara að sjá eftir á hvort að eitthvað hafi verið áhættusamt eða ekki, og það eru mörg dæmi, þó þessi ekki dæmi hérlendis, það sem að þessari aðferð hefur verið beitt við að selja hlut í félögum sem hafa hrunið í verði bara skömmu eftir að svo sala á sér stað, og auðvitað getum við hvert og eitt lagt mat á það hvort að þær aðstæður hafi verið uppi hér varðandi Íslandsbanka, en það er tilgangur með reglun og það er það sem við verðum að horfa á sem fjármálaeftirlit, af hverju eru reglurnar settar og hvernig framfylgjum við reglunum. Og eins og kemur fram í sáttinni að þá var brestur á því að þessari flokkun væri fylgt með viðhlítandi hætti og það er bara sérstakur kafli það í sáttinni. Gott mál, þá gefum boltan yfir til Hafdísar Hrannar Gjörsvöld. Takk fyrir það og þakka fyrir komin á góð svör og ítarlega skýrslu, og háttsemi sem þessi er þrátt fyrir að þau segja að þetta sé ekki áfellisdómur á fjármálakerfið í heild sinni er til þess fallin að rýra traust almennings á bankanum og fjármálakerfinu, og ásýndin er ekki góð og sporin hræða og við þurfum ekkert á því að halda í ljósi sögunar. Við höfum alveg fengið fréttir af því í gegnum árin að stór markaðsráðandi fyrirtæki sem hafa margsinnis greitt sektir vegna brota á samkeppnislögum, bara svo ég nefni eitthvað dæmi, hafa jafnvel greitt þessar sektir án þess að bæta fyllilega úr háttsemi til framtíðar og greiða þá aftur háa sekt nokkur árum seinna. Og við verðum að grípa til aðgerða í kjölfarið af þessari sátt og eftirfylgni verður verið til staðar til að tryggja slíkt endurtaki sig ekki, og hvað verður svo gert til að tryggt verði gagnvart þessum banka og öðrum að verða viðvörun og hafa fælingaráhrif að slík háttsemi sé ekki stunduð. Og ég er að velta fyrir mig nokkrum atriðum sem hefur þegar verið svarað, en þið sögðu hérna í svari til Ásthildarlóu hérna áðan að það yrði fylgt eftir með áætlun og úttekt með haustinu, en eftir þá úttekt sem á að fara í haust er bankin undir sérstöku eftirliti frá fjármálaeftirlitinu í eitthvað tíma eftir þetta, þarf að skila einhverju öðru að einhverjum lengri tíma liðnum, því að með haustinu það er aðeins örfáir mánuðir í það. Og svo er ég með eina spurningu varðandi villandi upplýsingar til bankasýslunar. Þá er ég að velta fyrir mér, hafið þið eitthvað gögn í höndunum að bankasýslan hafi gengið frekar á eftir skýrari svörum eða viðhaft gagnrýni aðhald sem eðlilegt er, og að þeir hafa gengið á eftir Íslandsbanka að útboðsskilmálar væru virtir og farið yrði að skilmálum útboðsins. Ekki fleira frá mér. Já, kannski rétt byrja varðandi þessar úrbætur, að þá er þetta í rauninni skilyrði fyrir sáttinni. Þannig er rauninni sáttinni skilyrt við þessar úrbætur
og ef það okkar mat í haust að þær sé ekki uppfylltar og þá erum við náttúrulega munum að sjálfsögðu ganga nokkuð langt í því. Við erum ekki bara að skoða einhverja setta reglur eitthvað svoleiðis, við viljum sjá þá að framkvæmdin og fylgnin sé komin til staðar, að þá rauninni þessi sátt fallin og gildi. Hún rauninni skilyrt fyrir því að úrbótum, þá bara málið tekið upp á nýju. Og varandi svona reglubundið eftirlit, þá erum við með svona áhættu með eftirlit og vinnum eftir svona ákveðnu svona verkáætlun og áherslum í hverju tilviki fyrir sig. Þannig að það alveg ljóst að þegar aðili hefur fengið sagt sem að þessu nemur og með slík brot að þá þessu að sjálfsögðu fylgt eftir mjög fast af okkar hálfu. Varandi bankasýsluna, að þá, eins og ég nefndi hérna áðan, þá höfum við ekki gögn sem að sýna að þarna hafi verið, ef við verum að tala þessa flokkun sem að þessi í rauninni, þetta brot snýra þessar villandi upplýsingar varða þá flokkun á fjárfesta, að bankasýslan hafi ekki verið kannski með heildarmyndina og það grundvallast á þeim gögnum sem að lágu fyrir þessu máli. Þannig að það rauninni eina sem ég get sagt, það kannski þetta einhver væntanlega þáttur hjá Ríkisendurskoðun eða bankasýslan sem kemur hér eftir getur svarað betur. Bara kannski bæta aðeins við þetta að því að við erum að tala kerfið í heild og fjármálakerfið og hverju við getum átt vona og það er búið að vera að spyrja hér hvað önnur mál undir og svo framvegis sem að held þessi bara mjög góða spurningar. En ég held að þið, löggjafinn, geti líka tekið bara ákveðið kredit fyrir það að við erum með öflugt fjármálaeftirlit á Íslandi sem að við erum hér með sáttinni held ég sýnir það að það að virka og ég held að sé líka mikilvægt að hafa það í huga að þetta starfsemi sem mörg hver flókin og mögulega var þarna gefin of skammur tími til þess að koma þessu í verk. Mögulega án þess að ég sé eitthvað að afsaka málsaðila í þessu tiltekna máli að þá var þetta skammur tími, það var mögulega reynsluleysi, þetta var ekki algeng aðferð og þetta eitthvað sem við getum öll velt fyrir okkur núna þegar við sjáum heildarmyndina og hvernig hefði mögulega átt að gera þetta öðruvísi. Þannig að ég held að og ég get alveg staðið við það sem ég sagði áðan að það ekki vísbendingur að þetta sé útbreytt í kerfislega mikilvægu bönkunum, að starfsemi þeirra sé ekki með viðeigandi hætti. Það eins og Björk kom inn á áhættu með eftirlit en það bara ítrekað verið að sinna eftirlitsverkefnum með þessum 3 stóru bönkum hér á Íslandi og þeir koma bara tiltölulega vel út úr mörgum af þeim eftirlitsaðgerðum. Eru hlutir fullkomnir þar? Nei, alls ekki og það margt alltaf hægt að laga og við getum lært af og það held ég sé mikilvæga í þessu að horfa fram á við hvernig getum við reynt að tryggja það að við drögum úr líkum á því að eitthvað þessu líkt endurtæki sig. En auðvitað munum við eins og við þekkjum öll, sagan þannig að við gerum öll mistök og nú ég ekki að segja að þetta séu bara mistök en það eru margt sem að við skoðum bara fjármálakerfið síðustu 100 árin að þá hefur það þroskast og þróast og við munum halda áfram að þroska og þróa fjármálakerfið og þess vegna þessi úrbótakröfur mjög mikilvægar og þeim verður fylgt eftir og eins og Björk kom inn á að sáttin fellur úr gildi ef að úrbótum ekki sinnt og það sé bara mjög mikilvægt að hafa það í huga. En varðandi fjármálakerfið í heild að þá held ég að það sé ekki ástæða til þess að óttast að það sé ekki traust á Íslandi. Takk fyrir þetta, Óli Björn. Takk kærlega fyrir og takk fyrir að koma hingað. Okkur þykir auðvitað væntum þegar að löggjafanum hælt eins og Gunnar gerði hér áðan. En það breytir ekki hinnu og ég staldra bara það sem að ég tek undir að þessi skýrsla bendir einmitt til þess og renni stóðum undir samfæringu mína að við erum á réttri leið og það sú lagaumgjörð sem við höfum komið á að virka greinilega og takk kærlega fyrir það. Ég ætla hins vegar að svona aðeins að reyna að færa okkur fram á veginn og ég að velta fyrir mér þegar að þið vegna þess að ég trú ekki öðru heldur en að þið hafið velt fyrir ykkur hvaða hugsanlega brotalamir eru í regluverkinu þó að okkur hafi miðað vel áfram og það veri nú fengur fyrir þessa nefnd að fá leiðbeiningar vegna þess að það þessi nefnd sem ber ábyrgð á lagaumgjörðinni þegar að kemur að fjármálamarkaðnum. Ég
tek eftir því að það virðist hafa verið svona ekki tekist vel til í verkefnum regluvarðar Íslandsbanka. Ég velti fyrir mig hvort að við þurfum að horfa betur á það. Þið hafið sett ákveðna reglur, ég finna vísu ekki nema umræðuskjal reglurnar hjá Seðlabankanum frá seinast ári og það verið forvitanlegt að vita hvort að þið eru sérstaklega að skoða svona starfshætti regluvarða almennt, ekki bara hjá Íslandsbanka heldur almennt. Það sem að hefur trublað mig hins vegar líka að ég fæ ekki betur séð að það sé heimilt samkvæmt lögum að verðbréfamiðlari eða sá sem að tekur að sér að selja í útboði geti sjálfur átt viðskipti með sömu bréf. Það sé semst ekki lögbrot að gera það. Hitt svona mál að samkvæmt mínum upplýsingum þá eru minnst að kosta einhver fjármálafyrirtæki með mjög skýra reglur það að það sé óheimilt. Að ef að þú ert að miðla verðbréfum, hlutabréfum eða hverjum öðrum fjármálagjörningi til viðskiptaðina að þá þér ekki heimilt að stunda viðskipti með sömu bréf. Og nú spyr ég, þetta rétt hjá mér að þetta ekki lögbrot? Þetta eitthvað sem að þessi nefnd og þá hugsanlega í samvinnu við fjármálaeftirlitið þarf að skoða og eru þau með upplýsingar það hvort að öll fjármálafyrirtæki, það greinlegt að það ekki öll, en eru flest fjármálafyrirtæki með slíka reglur að starfsmönnum óheimilt að eiga slík viðskipti sem ég tala Svona lagaumhverfið og regluverkið almennt eins og þú komst inn á, þá held ég að sé nú flestir sammála því að það bæði orðið mjög umfangsmikið og mjög tæknilegt og nú ætla ég að komast á punktunum. Hann sá að hins vegar ef að þú skoðar þessa sátt að þá í sjálfu sér ekki verið að brjóta hvorki mörg lagaákvæði né ákvæði sem eru sérstaklega tæknilega að mínu mati og ég held að það sé nú eftirtektarvert og heldur verið að brjóta að okkar mati ákveðin grunnákvæði sem að mestu leyti ef ekki öllu að finna í almennum lögum settum á löggjöfunum. Þannig það ekki verið að ræða hér brot á tæknilegum reglum sem finna má í stjórnvaldsfyrirmælum hér eða hvar. Þannig ég held að það sé nú eitthvað sem að sé eðlilegt að horfa til og að sama skapi þá auðvitað ákveðin meðalhóp hér og aðeins auðvitað verið að komast að þeirri niðurstöðu að lög séu brotin þegar það alveg sérstaklega skýrt og ég held að það sé svona athyglisvert fyrir utan að hér verið líka að beita til að mynda í fyrsta skipti ef að ég veit rétt lögunum með ákvæðinu þá kröfu að verðbréfafyrirtæki skuli starfa heiðarlega á sanngirni og fagmennsku og í samræmi við eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti að minnst í þessu samhengi. Þannig það svona stuttasvari sem ég held að skipti máli að komi fram hér. Já, kannski aðeins ef ég bæti við varðandi hagsmunaárekstrana að það verða þannig að það náttúrulega með þessum lögum markaði fyrir fjármálagerninga sem tóku gildi ekkert löngu fyrir þetta útboð, haustið 2021 minnum mig, að það voru svona strangar reglur hvað var það hagsmunaárekstra og gerða það svona víðtækari og þá til dæmis þessi nálgun ef að aðileg með sérum útboð í hlutabréfum sjálfum sér, þá eru svona ekstra strangar reglur og honum ber rauninni að eyða öllum hagsmunaárekstrum. Ef honum tekst það ekki, að þá í rauninni óheimilt eiga viðskipti. Þannig að þetta veltur svona aðeins á því hvers konar verkefni aðileg að sinna og hvort að honum tekst að milda eða komið vekk fyrir hagsmunast að hvaða kröfur eru misstrangar eftir aðstæðum
og það veldur sem sagt á því hvaða heimild á grundvelli þess hvernig til tekst í þessu mati og eins og í þessu máli sem við erum fjallum hér að þá voru miklu vankantar eða hagsmunaástæður mati átt sér ekki stað og þar að leiðandi svona verið að draga það ályktanir það hefði í rauninni ekki verið forsendið til staðar til að taka ákvörðun hvort að í rauninni starfsmenn og stjórnendur hefðu mátt eiga viðskipti. Ég held að þarna tógist svolítið á sem við höfum bara séð í fjármálaeftirliti á síðustu 30 árum það hvort að þú sért að beita fjármálaeftirliti á grundvelli svona meginreglna eða meginprinsippa eða að reyna að skrifa út reglur fyrir sérhverja háttsemi og við höfum séð hvorutveggja og við höfum séð hvorutveggja reynast vel og hvorutveggja reynast illa en ég held að þetta sem við sjáum hér svona viðleitni í að skilja ábyrgðina eftir hjá þeir sem að sér framkvæmdina í staðin fyrir að við séum að skrifa út hvaða háttsemi sé heimil og hvaða háttsemi sé óheimil í lögum og reglum því að okkur mun aldrei takast að sjá fyrir alla mannlega breytni og þess vegna miklu eðlilegra að hafa reglurnar með þessum hætti en hins vegar kannski tekur einhver tíma til þess að þroska það hugarfar með nýju regluverki en það vonandi þegar við núna stígum fram í þessu máli að þá skýrir það vonandi réttin með einhverjum hætti fyrir aðra aðila á markaði og þennan aðila sem hér undir sem málsaðili en þetta alltaf umhugsunarefni hvað á að setja í reglur og hvað á að hafa sem meginregluna og þess vegna hikar maður aðeins ég held þessi góð spurning, við þurfum að velta þessu fyrir okkur hvar hægt að treysta umgjörðina en eins og Gunnar kom inn á áðan að þá komið ansi mikið af reglum og það að hafa svona mikið af reglum gerir oft erfiðara fyrir að ná því fram að menningin verði með þeim hætti sem hún þarf að vera. Fylgjaðu þér. Já, takk hérlega. Það sem ég hef alltaf litið á fjármálaeftirlitið fyrst og fremst sem leiðbeinandi afl til að tryggja hér heilbrigði markaðarins og þannig veit ég að til þess fjármálaeftirlitið í Bandaríkjunum beitir agavaldi þegar að þarf á að halda en reynir að beita leiðbeinandi og það sem ég að vera leiðbeinandi til að tryggja hérna heilbrigði viðskiptahætti það sem ég að leita eftir líka bara hefur fjármálaeftirlitið gefið út til dæmis leiðbeinandi reglur fyrir fjármálafyrirtæki þegar hvað varðar viðskipti starfsmanna með bréf sem í útboði, við talum ekki umsjón með útboði og svo framvegis. Ef að þannig að þetta sé skýrt, þetta satt að segja að það truflar mig óendanlega þegar að starfsmenn sem að selja ákveðina fjármálagjörninga til viðskiptavina eru líka að eiga viðskipti með það í sjálfu sér hagsmunaárekstur. Ef svo staða uppi þá þeim óheimilt og eins og þótt þetta séu reglur sem eru settar fram í lögunum að þá þetta í reglugerð nánar útfært þetta var hagsmunaárekstra mati og þessi sérregla sem ég nefndi áðan þannig að þetta svona það verður aldrei tekin ábyrgðin af fyrirtækjunum sjálfum en þau þurfa að leggja fara í þetta mat og við sjáum ekki kannski onni það bankinn eða aðilinn sjálfur sem sér hvað upplýsingar liggja fyrir hver að vinna hvað þarna hagsmunaárekstur milli þessara deilda, milli þessara starfsmann upplýsingagjöfin þannig að hann sá eini sem getur lagt mat á hagsmunaárekstra við hvert verkefni en ég held að það sé komið ansi góða leiðbeiningar í bæði lögum og reglum og við höfum verið að ýta þessu að fyrirtækjunum að kynna sér og sinnum þeirri leiðbeiningaskyldu sem okkur ber. Takk fyrir þetta, við erum auðvitað komin aðeins yfir tímamörk og þau markmið sem við settum okkur, hvað þau varðar en við erum 2 eftir á mælendaskrá, ýmislegt komið fram og ég ætla að fá hér að bera fram 1-2 spurningar og lofa að þær verða stuttar. Mér langar kannski að beina athyglinni að eitt atriði sem að minnst á ykkar skýrslu og varðar hljóðupptökur og það kemur auðvitað mjög skýrt fram að innri endurskoðun og regluvörður höfðu á sínum tíma gert athugasemdir rekjanleika samskipta
og það má bara sjá eins og bent er á í ykkar skýrslu á sem sagt í árskýrslum regluvörslu bankans frá 2019, 2020 og 2021 að þar eru gerðar ákveðna kröfur og úrbætur varðar bara notkun, símanótkun og varðverslu á símtölum og það bara einfaldlega, við vitum það að hljóðupptökur eru mikilvægar í starfsemi banka og til að bara auka þetta gegnsæi og að tryggja sem sagt tryggja þessi samskipti á milli aðila og maður verður auðvitað að spyrja sig í ljósi þess sem maður hefur auðvitað bara gerst og frá þessum tíma af 2019 og fram að sölunni hvers vegna bankin hefur komist upp með það að gera ekki þær úrbætur sem að regluvörður og innri endurskoðun bankans voru augljóslega reglulega að benda á og maður kannski spyr líka hvort að fjármálaeftirlitið hafi ekki séð ástæðu til þess að taka þetta atriði þá sérstaklega auðvitað upp og þá getum við ýtt þessari umræddu sölu til hliðar en bara svona almennt að þetta atriði hafi ekki verið sérstaklega skoðað. Við sjáum bara hlutfallinu varðandi hljóðupptökur, það er grunnsamlega langt ef svo má segja. En bara að lokum og kannski í kjölfarið og aðeins tengt þeirri spurningu sem kom hér á undan frá þingmanninum Óla Birni sko bara varðandi frekari sölu ef við hugsum okkur að til þess koma á einhvern tímapunkti hvort að það sé ekki og ykkar skoðun á því skynsamlegt að útiloka verði að viðkomandi fjármálafyrirtæki hafi umsjón með því að selja hluti í sjálfu sér líkt og verið í þessu tiltekna máli sem við hér ræðum. Já. Kannski ef ég nefni þetta með hljóðupptökurnar byrja aðeins að opna það að þá er það rétt að kemur fram í skýrslunni að þetta hafi verið vandamál frá 2019. Regluverki hvað þetta var að það er krafum hljóðupptökur einhverju leiti þannig að það er breytist krafan að vera ríkari krafa þarna núna haustmánuð 2021 en það sem er svona gagnrýni hérna líka það skortir á hljóðupptökurnar en svo virðist líka vera þannig að það er reynt að fara í einhverju úrbætur og það er alveg ljóst að það eru ekki fullnægjandi og það tekst ekki að laga þetta vandamál hjá bankanum að þá hefði mögulega þurft að fara í einhver annars konar úrbætur. Þannig að það er svona verið að fara í það að þarna hefði mögulega átt að vera ljóst á þessum tímapunktu sérstaklega þegar lögin kom með þessar strangari kröfur að það þyrfti að grípa til einhver annar úrræða heldur en þegar hafi verið notað eða beitt. Já, það er bara kannski að bæta við sko með regluvörð og regluvörslu eins og Óli Björn kom inn á áðan aðeins kannski að tengja það við þetta og ég held að sé augljóst af því að lesa þessa sátt hvað miklu máli skiptir að regluvörður hafi sterka stöðu innan bankana og það er auðvitað undir bankunum komið að tryggja það að það sé farið eftir þeim tilmælum sem að regluvörður setur fram, þá verður regluvörður að hafa sérstaka stöðu og heimildir og eftir þeim sé farið. Þannig að ef það er ekki tryggt þá er augljóst hvert stefnan leiðir og í þessu tilliti eins og Björk fór yfir þá vissulega hertust reglunar á leiðinni en hins vegar var skortur á hlýtni við innri reglur á öllu þessu tímabili. Akkurat. En kannski bara ef ég fæ að fylgja örstutt eftir síðasta spurningin varðandi hvort að það sé ekki óheppilegt að fjármálafyrirtæki selji eða taki þátt í að selja hluti í sjálfum sér. Þannig erum við komin inn í spurningu sem er, það er kannski tvíþætt. Annars vegar þegar þú ert að selja eins og ykkur er falið í þessu tilfelli að selja ríkiseignir og Alþingi setur reglur og lög það og hins vegar þegar að fjármálafyrirtæki að selja hlut í sjálfu sér, ég held að væri ekki heppilegt að setja bara blátt bann við því að það geta verið margs konar leiðir til þess að selja hlut. Þú getur, ef það er hlutafé, ef það er
mega fjármálafyrirtæki þá ekki sjá skuldabrif fyrir skuldabrif í fjármálafyrirtækinu og svo framvegis. Þannig að það allavega sú leið hefur ekki verið farin í Evrópu og Bandaríkjunum að setja bönn við slíku. En þannig ég teldi það allavega svona óathuguðu máli kannski ekki rétt að banna það, en það hins vegar allt önnur saga þegar að ræða sölu á almannaeignum, hvort að það eigi þá að vera einhverjar aðrar og ítarlegri reglur sem að gilda slíkt. Kannski rétt til að bæta við að það náttúrulega regluverki ekki ráð fyrir þetta þessi heimild, en þeir setja bara strangari reglur þessa fjárfestingaþjónustu. Og í þessu tiltekna máli voru ekki bara það að aðilum var að selja sjálfur sér, heldur var þarna líka ríkiseign að ræða og tilboðsfyrirkomulag sem var svona ekki þekkt aðferð. Þannig að það var margt í þessu sem eins og ég nefndi áðan sem krafðist þess að það væri farið sérstaklega varfærna leið við alla meðferðina þessa máls. Vissulega, hárrétt. Herru, Arndís fer að loka þessum þætti. Örstutt. 2 lögléttar í lokin. Það er mikið fjallað hagsmunaárekstra í skýrslu fjármálaeftirlitsins. Og sá ábyrgðaraðili sem að bera ábyrgð á því að leggja mat á tilboð þarf væntanlega að passa upp á hagsmunatengsl samkvæmt stjórnsýslulögum og öðrum lögum. Bara svo það sé alveg skýrt hver bara ábyrgð á því að leggja þetta mat á einstaka tilboð í sölunni. Og svo hinn spurningin varðar aftur þessar vangaveltur innherjasvik eða markaðsmisnotkun hugsanleg. Er það ekki rétt að starfsmenn sem gátu fylgst með þróun tilboðabókarinnar keyptu hluti í bankanum og teljast það ekki markaðssvik, nú er ég ekki sérfræðingur á þessu sviði, að blekkja viðskiptavini 20 milljóna króna lágmark sem ekki er fyrir hendi. Mér langar til að spyrja ykkur, var það skoðað sérstaklega hvort hugsanlega markaðsmisnotkun eða innherjasvik væri að ræða í tilteknum tilfellum áður en svo ákvörðun var formlega tekin að það væri ekki ástæða til þess að fara lengra en einn slík mál. Já, ég er ekki alveg viss að ég náði varandi hagsmunaárekstra matið við mat á tilboðum. Já, eins og ég skildi það átt að spyrja þegar að Bankasýslan tekur ákvörðun að taka eða ekki taka tilboði. Það er ekki þeir hagsmunaárekstra sem við erum að ræða og fjalla í þessari sátt, svo það sé alveg skýrt. Þannig að það er þá annars konar mat sem að það ekki að einn stað og var ekki undir í þessu máli. Bankasýslan var ekki að veita fjárfestingarþjónustu samkvæmt lögunum, heldur eru við að skoða framkvæmd eftirlitsskylda aðila sem lýtur þessu regluverki sem við höfum til skoðunar. Og Íslandsbanki var ekki að gæta að stjórnsýslulögum við sitt hagsmunamat, heldur voru þeir sölu aðila. Íslandsbanki sem bara ábyrgð á því. Íslandsbanki bara ábyrgð á hagsmunamatinu innan Íslandsbanka. Það er að segja þeir sem voru að það væri gætt að þeim mögulegu hagsmunum sem voru á milli sviða, milli starfsmanna og viðskiptavina og svo framvegis, en ekki varðandi val á því hvort að einhverjir einstakir viðskiptavinir væru einhverjir aðrir hagsmunir fyrir utan starfsemi Íslandsbanka. Það er að segja að væri því mati? Arndís, ekki tveggja mannatal, bara spurningu og svo... Nei, þú veist, hver bara ábyrgð á því mati, það eru væntanlega þeir aðilar sem þá Bankasýslan og þeir aðilar sem eru að selja hluti. Já, svo nefndur aftur var þetta innherja viðskipti og annað, og eins og ég sagði það allt sem varður Íslandsbanka og var gerð, allt sem var skoðað og komst að niðurstöðum brot er í þessari sátt, það er ekkert annað. Og þessi þættir voru skoðaðir? Allir þættir málsins skoðaðir. Það eru ljómandi gott, eins og ég sagði, við erum komin fram yfir þau tímamörk sem við settum okkur. Ég vil þakka ykkur Björk Sigurgísladóttir, Gunnar Jakobsson og Gunnar Þór Pétursson kærlega fyrir að koma fyrir fund efnahags- og viðskiptanefndar. Nú verður gert stutthlé á fundi á meðan næstu gestir koma sér fyrir. Takk fyrir boðið. Takk fyrir.
Fundi framhaldi í efnahags- og viðskiptanefnd. Ég vil bjóða velkomna á fundin Jón Gunnar Jónsson, forstjóra Bankasýslu ríkisins og Lárus Blöndal, stjórnarformann Bankasýslunar. Lárus, ég gef þér hér orðið. Já, ég vildi nú bara byrja á því að fara svona aðeins yfir þessa stöðu. Það er okkur náttúrulega mikil vonbrigði að þetta skuli hafa komið út með þeim hætti sem að sáttin ber með sér. Það er að segja að það hefði ekki verið staðið undir þeim kröfum að fara að lögum og ekki verið gætt nægilega vel að ýmsum reglum eins og var hagsmunaárekstra og líka að útboðið hafi verið markaðsett gagnvart einstaka viðskiptavinum sem ekki voru hæfir fjárfestar. Þetta setti svona kannski ákveðin svip á umræðina því að þessi umræða kom einmitt upp það eftir að útboðið átti sér stað að menn voru svona efast um þessa flokkun í einhverjum tilvikum. En allavega þegar að þessi skýrsla kemur út þá sjáum við náttúrulega strax að þarna er gríðarlega alvarlegt mál að ræða sem að við erum náttúrulega í tvenns konar tengslu við Íslandsbanka, má segja. Við erum annars vegar að kaupa af þeim þjónustu sem varðar þetta tiltekna útboð, en síðan höldum við líka á 42,5% hlut í bankanum sem fyrir hönd ríkisins. Þannig að við tókum strax þá ákvörðun að krefjast þess að það yrði haldinn hluthafafundur í Íslandsbanka og þar sem að stjórn og stjórnendur myndu gera hluthöfum grein fyrir sáttinni og einnig og ekki síst þeim ráðstöfunum sem að gripið er til í því skyni að tryggja áframhaldandi traust og þannig að það er eitthvað sem við teljum að sé mjög mikilvægt og við gerum ráð fyrir því að þessi fundur verið haldinn í næsta mánuði, sennilega væntanlega ekki fyrir í lok næsta mánuða samt. Nú liggur fyrir semst að forstjóri eða bankastjóri bankans hefur sagt af sér og er búið að gera samning við hana, en ég held að það sé allavega að það hafi verið stigin skref svona til að koma til móts við gagnrýni sem að bankin hefur fengið á sig, og ég held að það sé einmitt mjög góður vettfangur að í næsta skrefi að fá þessar skýringar á hluthafafundinum og taka síðan í framhaldi af því einhverja upplýsta ákvörðun hvernig menn sjá framhaldið í okkar stöðu sem við erum. En komið til stjórnarkjörs sem að svo sem liggur ekkert fyrir í augnablikinu, þá munum við að sjálfsögðu taka þátt í því kjöri og nýta okkar atkvæðisrétt þar. En það er allavega ekki neitt komið fram það ennþá og við höfum ekki sett fram þá kröfu, allavega ekki að svo komnu máli. Nú síðan bara vil ég segja það að lokum að við erum auðvitað núna og teljum mikilvægt að við tökum allar okkar aðgerðir mótist að því að reyna að tryggja hagsmuni líka bankans inn í framtíðina og hluthafans og það er eitthvað sem að við horfum sérstaklega til við allt sem að við munum taka ákvarðanir í framtíðinni, nánustu framtíð. Þetta var svona bara svona rétt inngangur. Takk fyrir þetta, Lárus. Jón Gunnar, vilt þú bæta ykkur við? Einhvern bæðis, nei. Þá gef ég boltan yfir til Arndísar Rönnu. Já, takk fyrir að koma á fundin. Ég ætla bara að vinda mér beint að efninu. Nú er komið fram og ég held að það sé orðið nokkuð skýrt að það var á ábyrgð Bankasýslunnar að meta tilboð í þessu tilboðsferli, ef ég skil þetta rétt. Mér langar til að spyrja ykkur, telur Bankasýslan mat á tilboðum vera háð skilyrðum stjórnsýslulaga, til dæmis hvað varðar rannsóknarreglu, jafnræði og meðalhóf. Svo langar mér til að spyrja hvort að ábyrgð Bankasýslunar hafi á einhverjum tímapunkti verið framseld til annarra aðila og þá á hvaða grundvelli. Þetta er svona kannski fyrir hlutina af mínu spurningum. Fyrsta spurningi mín varðar þessa ábyrgð á mati á tilboðunum og í tengslum við skilyrði stjórnsýslulaga. Nú er það verkefni Bankasýslunar að hafa eftirlit með framkvæmd eigendastefnu ríkisins eins og hún er á hverjum tíma. Skýrsla ríkisendurskoðanda gagnrýndi Bankasýslu ríkisins meðal annars fyrir að hafa ekki gefið söluaðilum nægilega skýr fyrirmæli skilyrði sölunar og þau lög og þær reglur sem gilda sölu ríkiseigna.
Hefur þessi niðurstaða fjármálaeftirlitsins sannfært ykkur að þessi gagnrýni hafa haft rétt á sér? Telur Bankasýslan sig bera einhverja ábyrgð á því hvernig Íslandsbanki stóð að sölunni? Bara lætur það tuga í. Sko það náttúrulega bara var þetta fyrsta spurningum að með þetta tilbúð þetta var náttúrulega förum eftir náttúrulega stjórnsýslu eins og þau binda okkur en við erum bent á það bara eins og kemur fram í berum orðum í lögunum að það er við metum tilbúð og þegar er að ræða útboð með þessum hætti þá er rauninni þannig að svo ákveðin ráðherra sem hann stendur fyrir er annarkvort að taka öllum tilbúðum eða hafna öllum tilbúðunum þannig að það er ein ákvörðun. Þannig að það er náttúrulega þessi ákvörðun mat á tilbúðunum og svo framvegis var náttúrulega alveg í fullu samræmi lög. Nú varðandi okkar ábyrgð var hann framselt? Nei. Svo spurningin eftirlit Bankasýslu ríkis með eigendastefnu og þar kemur fram og vitnar í skýrslu Ríkisendurskoðunar sem ég heldur við reyndum svara og reyndar ekki til umfjöllan hér að við gefið neinn skýr fyrirmæli. Það er náttúrulega hlutverk fjármálaeftirlitsins að gefa skýr fyrirmæli og ég held að ef þú lest í gegnum skýrslu fjármálaeftirlitsins að þá kemur eiginlega hvergi annað fram en að fyrirmæli okkar hafa alltaf verið skýr til aðeina, meðal annars varðandi að útboðið alltaf bara til hæfri fjárfesta, það er enga lágmarksfjárhæð að ræða, allt frá því birtu minnisblaði 20. janúar 2022, allt fram að því að útboðið fór fram 22. mars sama ár. Fylgja örstuð eftir? Já, takk fyrir. Þetta svar varðandi það að ákvörðun ráðherra lúti af því að taka öllum tilbúðunum eða engum. Þá langar maður að spyrja, fer ekkert sjálfstætt mat fram á neinum tímapunkti á þá tilteknum tilbúðum, til dæmis í ljósi stjórnsýslulaga. Og þá er ég að tala jafnræði, hagsmuna, árekstra, allt það sem að þar kemur fram og á hvers ábyrgð það mat sé á einstökum tilbúðum. Ég held nú reyndar að þetta sé ekki umfjöllunar við fundarins, þannig ég veit ekki af hverju ég svaraði sko. Ég held að, þú veist... Akkurat, það er þessi skýrsla sem að hér er til umfjöllunar sáttina. Þú getur vitnað einhver ákvæðum jafnra, eins og FMS svaraði þeirri spurninga ágætlega og það hafi verið hvergi fjallað þetta atriði og svo skýrsla til umfjöllunar hér. Og efni hennar. Já, við skulum bara halda okkur það efni. Ég gef boltan yfir til Kristrúnar Frostadóttur, gjör svo vel. Já, takk fyrir þetta. Ég er kannski með svona þrískipta spurningu hérna. Mér langar aðeins að koma inn á þetta vegna þess að þið hafi haldið því fram frá upphafi að þetta hafi verið vel undirbúið söluferli og reyndar forsætisráðherra og fjármálaráðherra líka að halda því fram þessa dagana. Lykilhlutverk Bankasýslunnar í þessu ferli er að tryggja að söluferli að banka standist lög sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Það kemur fram í þessari skýrslu sem við erum að tala núna, FMS skýrslunni, að Íslandsbanki hafi talið á reiki hverjir útboðsskilmálarnir hafi verið og það var ákveðið á síðustu stundu. Við vorum hér áðan með FMS sem var að tala að flokkun fjárfesta og ýmislegt hafi verið á síðustu stundu og það var í rauninni í að því að það hefði verið erfitt að gæta jafnræðis undir þessum kringumstæðum. Þetta voru bara orð fjármálaeftirlitsins hérna áðan. Vissulega sagði Ríkisendurskoðun líka að þið hafi ekki gefið söluaðilum nein bein fyrirmæli. En það komu líka, eins og ég segi, áhyggjur Íslandsbanka í FMS skýrslunni að hægt var að tryggja jafnræði með leiðinni sem var valin. Þessar áhyggjur komu fram í ferlinu virðist vera. Þannig að í báðum skýrslum kemur í rauninni fram gagnrýni á undirbúning útboðsins. Þannig ég velti fyrir mér því þá er pantanabókina í hendunum frá Íslandsbanka og eins og fram hefur komið þá kom ykkur á óvart að þar var lítill fjöldi fjárfesta. Þetta vitum við og þetta skiptir alveg máli þó við sem að fjalla þessa skýrslu vegna þess að hún fjallar flokkun fjárfesta og hvernig þeir birtast ykkur. Þetta gefur til kynna því að hafi ekki verið undir það búin að þurfa að taka á móti svona tilboðum frá þessum litlu aðilum. Og hvað gerir þið? Það virðist ekkert hafi verið gert til að tryggja jafnræði. Þannig ég vil í rauninni ítreka þessa spurningu sem kemur fram hérna áðan. Hvaða vinna var unnin hjá ykkur til að tryggja að ferli stæðist lög, bæði undirbúningi og framkvæmdinni, af því að það að treysta því að söluaðilar sendi á einhverja póstlista er ekki vönduð vinna jafnræði. Og ég tek fram, fjármálaeftirlitið segir hérna áðan
að það hefði ekki fundið nein samskipti milli Bankasýslu og Íslandsbanka eftir að fjárfestar hafi verið valdir. Þess vegna hljótum við að þurfa að spyrja ykkur hvaða vinna var unnin til að tryggja ferli staðist lög, bæði undirbúningi og í framkvæmdinni. Sko þetta nú þannig að þetta var mjög góður undirbúningur eins og þú veist náttúrulega tókst þátt í því með okkur á sínum tíma. Þessar reglur voru alltaf kynntar fyrir nefndum þingsins og ég man að það kom ekki allavega athugasemdir frá þér það sem þar kom fram. En þessar reglur eru ekkert flóknar og það sem þú ert að tala sko, vísa í fjármálaeftirlitið. Þú segir að það hefur verið engin samskipti. Þú spurðir fjármálaeftirlitið það hvort að við höfum gengið eftir því að eingöngu fagfjárfestar væri valdir og þeir sögðu að það hefur ekkert komið fram samskipti á milli okkar og þeirra sem þýðir í raun og veru sko reglan þessi, þetta eru fagfjárfestar eða hæfir fjárfestar, það er bara bókstaflega, það er bara reglan og þessi sátt gengur bara út á þetta, þannig að þú skulle vera velta þessu fyrir þér svolítið skrítið. Við erum með niðurstöðu sem að stóra hluta fjallar flokkun þessara fjárfesta og vegna þess að þetta er skilyrði í útboðinu að það megi ekki selja öðrum en þeim sem eru fagfjárfestar, að þá er tekið svona hart á þessu. Og við þurfum ekkert að ítrekka neitt eða spurja, er þetta örugglega fagfjárfestar? Reglan er bara þessi og bankinn, hún ber að fara eftir henni og það sem hann hefur ekki gert að þá endar það með þessari sátt. Þannig að ég skil að þessi spurningin ef þú hefur bara hlustað á það sem maður sagt áðan og lesið þessa sátt, þá áttar þið á því að þetta er ekki vandamál okkar, þetta er vandamál þess sem er framkvæmdi. Já, ég ætla að fá að fylgja þessu eftir með næstu spurningu. Bankasýslan hefur ákveðið hlutverk og það vaknar upp þessu spurning í ljósi þessar svara hvert ykkar eiginlega hlutverk var í öllu þessu ferli. Þið virðist semst ekki hafa spurt söluaðilana neinna spurninga litlu fjárfestana sem birtust í pantanabókinni þrátt fyrir að þetta hafi komið ykkur óvart. Það var semst engin vafi í ykkur huga þetta væri að hafa fjárfestar, þið tóku þessu sem gefnu. Eins með fjárfestana baki kaupunum fyrir hend eignastýringar, datt ykkur ekki í hug að spyrja hvað lægi þarna bakvið þegar þið sáuð að eignastýring bankans var að kaupa í útboðinu. Afhentu þið bara ráðherra án spurninga með þessum hætti. Þið fáið sem sagt óvæntan hóp fjárfesta með litlar fjárhæðir inn á borði ykkar sem þið byggust ekki við og líka kaup frá eignastýringunni og þið spurðuð ekki nýja kröfðust neitt að svara. Og nú spyr ég bara í ljósi því sem fram hefur komið, ykkur finnst þetta óvægileg spurning. Þið sitjið og sátuð í þessari stöðu í ljósi reynslu og þekkingar. Þið eru þarna til að beita almennri skynsemi, til að beita dómgreind, þið eru með sérfræði þekkingu. Datt ykkur ekki í hug að fylgja þessu eftir? Svarið er ekkert mjög flókið við þessu. Þetta liggur alveg fyrir að það lá fyrir í upphafi, það var meðal annars í kynningu sem fór fyrir nefndi þingsins, að einstaklingar gætu verið fagfjárfestar. Það kom líka mjög skýrt fram að fjárhæðir gætu verið á öllu bili. Það var ekkert lágmarksboð og þannig að það kom okkur á óvart að það hefði verið margir litlir, það bara skiptir ekki máli. Ég meina það er ekkert óeðlilegt við það er bara útboðin koma manni stundum óvart en það er ekkert sem bendir til neins sem við þurfum að hafa áhyggjur af að þessi einhverju fleiri heldur en við gerum kannski ráð fyrir. Aðalatriði er það að þeir eiga að vera fagfjárfestar og þá er þetta aftur konar því sama. Fjármálaeftirlitið er búið að leggja mat á það og þeir meta þessa ekki út frá því hvað tilboðum voru há eða stórar upphæðir, heldur eingöngu bara það er þetta fjárfestar sem uppfylla skilyrði útboðsins, kröfurnar sem við settum og það er bara niðurstaðan hjá fjármálaeftirlitinu. Þeir taka bara þá aðila sem fóru í gegnum Íslandsbanka og voru ekki rétt greindir og gera athugasemdir við það. Út á það gengur þessi sátt. Þetta er athugun sem er birt 15 mánuðum eftir að útboðin lýkur. Þannig að það er bara aðskilnaður milli eigendahlutur og eftirlitshlutverk ríkisins og fjármálaeftirlitið hefur núna sýnt fram á það að þeir hafi sýnt þessi eftirlitshlutverk með birtingu þessar samkomulags og sáttar og athugunar á framkvæmd útboðsins af hálfu Íslandsbanka.
reyna að átta mig á hvað hlutverki þið gegnduð í þessu útboði þegar það var farið af stað. Þið hafið haldið fram í fjölmiðlum að það hefði verið villt fyrir ykkur, en svo virðist sem þið hafið í rauninni bara ekki beðið upplýsingar til að staðfesta að það hefði verið farið að ákveðnum lögum við útboðið. Samt sögðuð eftir útboðið öllum reglum og lögum hefði verið fylgt. Þú sagðir hér, Lárus, áðan að menn hafi efast flokkun fjárfesta í umræðinu eftir útboðið og núna sé að koma staðfestingu það, en ég man nú eftir því að þið þvertókuð fyrir þetta sjálfur eftir útboðið, þannig að almenningur virðist hafa verið á undan ykkur að sjá að eitthvað athugavert væri, þrátt fyrir þið sætuð þarna í formi sérfræðinga. En sko, mér langar aðeins að koma að loka partinum að þessari ákvarðatöku. Í ljósi stöðunar sem upphóð þegar þið fenguð þessa tilboðsbók í hendurnar, að þið höfðuð engar forsendur til að meta jafnræði við val á þessum fjölda fjárfesta, né spurðist fyrir hæfi þeirra, þrátt fyrir sérfræðikunnáttu ykkar, rædduð þessa stöðu við ráðherra áður en tilboðin voru samþykkt, að þið gætuð ekki tryggt jafnræði. Var ráðherra búin að fá staðfestingu frá ykkur í rökstuddu mati að lög bankasöluna hafi verið virt, sérstaklega jafnræði, þegar hann tók ákvörðun að samþykkja tilboðið? Voru þið vissir að jafnræði hefði verið tryggt þegar þið komuð bókinni til ráðherra, eða fólst ykkar hlutverk á þessum tímapunkti í sölunni einfaldlega að vera til staðar, taka við pantaða bókinni og afhenda ráðherra? Það náttúrulega löng vegferð áður en að farið í útboð og allir sá undirbúningur var á okkar hendi og reyndar kannski margar mánaða undirbúningur þrátt fyrir að þetta var nú tiltölulega stutt ferli þarna þegar að koma útboðinu sjálfu. En staðan bara svo að við teljum að jafnræðis hafi verið gætt með þeim hætti sem var fullnægjandi. Þú getur auðvitað aldrei tryggt að þú náir til hvers einasta aðila sem að gæti 8. tilboðið, en þetta kom þannig líka fram í svörum FME hér áðan. En það engin ástæða til að efast það að jafnræðis hafi verið gætt með þeim hætti að það hefur ekki verið fullnægjandi. Það bara tryggt með því að það eru settar auglýsingar á vefi kaupallarinnar og það eru sendar út bréf að hálfu allra söluaðilana. Við fjölgum söluaðilunum sérstaklega til þess að fá sem mesta dreifingu á þá sem þetta ná til. Þannig að það var gengið mjög langt í því að tryggja að sem allra flestir hefðu tök á því sem að rétt hefðu til þess að taka þátt í útboðinu. Þannig að ég bara vísa því til föðurhúsina að það sé ykkur vafi það að jafnræðis hafi verið gert. Ég með eina östutta í lokin. Já, alveg, hún þarf að vera mjög stutt. Já, afsaka formaður. Þið talið ennþá eins og Bankasýslan sé að fullu starfandi. Hér var tekin stór og veigamikil ákvörðun í fyrra að leggja niður Bankasýsluna og þið eru að tala nánustu framtíð og hvernig þið munu bregðast með þessum aðstæðum. Hver staða varandi framtíð stofnunarinnar? Það bara það þarf að leggja okkur niður með lögum og það er ákveðið. Þangað til þetta gegnum því hlutverki sem okkur falið samkvæmt lögum, en ég held þessi ágætt að halda okkur efni fundanis sem skýrsla FME, svo sé ekki tekin fullt dýrmætur tími annar nefndamanna. Bankasýslan hefur ekki verið lögð niður, en það sé liggi fyrir. Þeir skuli leyfa mér að stýra. Ásthildur Lóa, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Já, því hefur verið haldið fram og var nú meðal annars gert hérna áðan að þetta hefði allt verið kynnt fyrir nefndinu og engin lýst neinum áhyggjum yfir neinu, en ég gerði það nú einmitt á nefndafundum og mér langar bara aðeins að rifja það upp að á fundu nefndarinnar fyrir söluna þá lýsti ég áhyggjum vegna hennar fyrir ykkur og ég spurði meðal annars hvernig væri hægt að tryggja góða og vandaða fjárfesta þegar enginn vissi raun hverju stæðu baki hinn og þessum fjárfestingafélögum sem myndu taka þátt, auk þess sem ég hafði áhyggjur af því að gamlir kunningjar úr bankahruninu myndu birtast með fé sem þeim tókst að koma undan úr því og kaupa bankan aftur. Og þið tölduð að gæði fjárfestir eru svo sannlega tryggð og höfðu engar áhyggjur af neinu því að regluverki væri svo gott. Og ég benti á að gott regluverk skipti litlu máli ef enginn fær eftir því og það hefur nú verið fjölmargar reglurnar á árunum fyrir hrun sem bankarnir hunsuðu einfaldlega ef þeim sýndi svo og þið eiginlega má segja tölduð að varla svara vert því að bara regluverki væri orðið algjörlega skotelt og engin hætta á ferðum. Núna nú komið í ljós að áhyggjur mínar átt svo sannarlega rétt á sér og ég spyr því hverjum bar að sjá til þess að þessu stórkostlega regluverki væri fylgt og fóruðu ekkert yfir þessi mál með starfsfólki og stjórnendur bankans fyrir söluna á grundvelli laga og reglna, til dæmis varðandi innherjaviðskipti, skilgreiningu fagfjárfesta og mikilvægi skráninga, svo nokkuð sé nefnt. Og nú voru þið á staðnum í Íslandsbanka þegar mörg þessara lögbrota voru framin, fór það bara algjörlega fram hjá ykkur. Hringdu aldrei neina viðvörunarbjöllur eða í hverju var hlutverk ykkar á staðnum farið? Ég held að það sé nú einfaldast að vísa til þess að það liggur fyrir sátt sem að lýsir öllu þessu
og það komið niðurstaða frá eftirlitsaðilana sem að fylgjast með því hvort að regluverkinu hafi verið fylgt og það er ekki gerð nein athugasemd við okkar aðkoma því og vandamálið bara það að sá sem að sáum þessa framkvæmd, hann fylgdi ekki reglunum, reglunar eru til staðar allavega í varðandi það sem að mestu skiptir í þessu máli sem eru upptökur á símtölum og skilgreiningar á fagfjárhástum og þær voru algjörlega til staðar, þannig að alveg eins og við sögðum og hvað sögum við þarna á þessum tíma? Það þarf ekki að ágera þessu og við erum núna komið með þessa stöðun núna að fjármálaeftirlitið búin að komast að niðurstöðu þannig að kerfið bara virkar það er niðurstaðan að kerfið virkar og það er ekkert við okkur að sakast það er bara bankinn það liggur fyrir, ég meina það er bara niðurstaðan sem þið voruð að fá kynnta rétt á að það er bara niðurstaðan að bankinn stóð ekki undir þeim kröfum sem til hans voru gerðar og það er bara, þykir mér bara mjög leitt Það er alveg skýrt eins og kom fram í málflutningi fjármálaeftirlitsins áðan að regluverkið eru miklu umfangs meira heldur en nokkuð tíma var það kom fram í ummælum forsætisráðherra fyrir nokkru og eins og stjórnarformaður Bankasýslunnar gaf til kynna þá virðist því miður að því hafi ekki verið endilega fylgt innan Íslandsbanka en það er náttúrulega hlutir eftirlitsaðan stjórnir svo líka annað vegna þess aðskilnaðar á eftirlitshlutverk og eigendurhlutverk þá er að fjármálaeftirlit sem fer með eftirlitshlutverkið svo vil líka minna það að við sem hluthafi í bankanum við getum ekkert aðhafst og blanda okkur í daglega störf bankans það er bara beinni andstöðu við ákveða eigendastefnu ríkisins að við farum að gefa ykkur fyrirmæli til starfsmanna bankans sem væri að forræða framkvæmdastjóra eða regluvarðar og mátt fylgja östuðu þér Já, sko ég er ekkert að tala að blanda sér inn í starfsemi bankans ég er að tala þið báruð ábyrgð á þessari sölu og hvort að þið hafi farið yfir þetta regluverk og hvers bæri að gæta fyrir söluna með bankanum eða var bara gengið út frá því að bankin væri með þetta því að bönkum alltaf svo vel treystandi. Það kemur skýrt fram í minnisblöðu okkar kynningum til þingnefnda greinargerð ráðherra hvernig fyrirhugað útboð myndi að vera að fara fram. Þá kemur skýrt fram í tilkynningu okkar og tilkynningu Íslandsbanka hvaða lög og reglur gilda útboðið. Já, nú er ég að spyrja kynntu þið þetta sérstaklega. Við þurfum ekki að kynna þetta, þeir eru meðvitaðir með sjálfur, þeir standa tilkynningu og ásettir reyndar okkur og það er bara vitnað í viðeigandi lög og reglur og við getum ekki gert meiri kröfur en það. Það er eitt af því sem FME gerir athugasemdir við er það að það hefði ekki farið fram áhættumat af hálfu bankans, sérstaklega því að hann var náttúrulega að selja bréf í sjálfum bankanum og það er hluti af þessu en það að við tökum á okkur að sannreina kunnáttu eða þekkingu bankans það er auðvitað engan veginn viðeigandi. Takk fyrir þetta. Óli Björn, gjör svo vel. Herðu, takk hérlega fyrir að koma hingað. Þú eru kannski tvær spurningar. Annars vegar ég hjó eftir því Lárus að þú gafst í kynna að þið værið ekki búnir að mynda eitthvað skoðun á því hvort að á komandi hluthafafundi núna í júlí að Bankasýslan myndi óska eftir því að framfæri stjórnarkjör. Er það nú ekki alveg ljóst að það væri mikil skynsemi fyrir Bankasýsluna fyrir hönd almennings að leggja þá beiðni fram þannig að það sé alveg ljóst ég meina ég gerir ráð fyrir aðri hluthafar muni þá gera það en ég hefði haldið að Bankasýslan ætti minnst að huga að því hitt atriðið er í þessari sátt sem að við erum að ræða hér og skýrslu fjármálaeftirlitsins ein af alvarlegri ég veit ekki brotum er það að Íslandsbanki skuli hafa blekkt Bankasýsluna. Ég tek hins vegar eftir því að bæði í sáttinni og líka opinberlega síðast í morgun hefur Íslandsbanki mótmælt þessari niðurstöðu fjármálaeftirlitsins. Þeir telja sig ekki hafa blekkt
bankasýsluna og eru ósáttur við þessa niðurstöðu FME og svo geta menn tekist á það. En þess að ég vildi fá að vita hvort að þið geti upplýst það hvort að einhver samskipti eða viðræður hafi átt sér stað á milli bankasýslunar og Íslandsbanka núna á síðustu dögum út af þessu atriði og hvort að bankasýslan muni gera einhverja frekari kröfur á Íslandsbanka til að, og þá er ég ekki bara að tala söluþóknun sem að hefur verið að hlutagreitt ef ég veit, hvort að hún verið endurgreitt og jafnvel eitthvað frekar. Takk. Við erum kannski ekki alveg komið þangað en varðandi kosningu stjórnar þá er það náttúrulega viðurlítið mikil aðgerð að fara út í kosningu stjórnar á þessum tímamótum. Við erum náttúrulega með 7 stjórnarmenn. Þar má segja 4 koma inn í raun og veru, taka ekki þátt í þessu, reynda komið 2 af þeim inn í stjórnina 4 dögum eða 5 fyrir útboðið, en þannig að það er ekki eins og atburðirnir sem eru að fjalla hérna. Þeir gerðust 22. mars, 23. mars aðfarnótt, þannig að það er sá tímapunktur sem að skiptir kannski mál og þess vegna velti maður í fyrir sér hvort að það sé rétt aðgerð að fara að skipta út stjórn sem að litlu leyti. Ég er ekki endilega að tala að skipta út fyrir ekki að ég gríp fram með fyrir því Lárus. Við getum líka að tala að endurnýja umboð stjórn. Já, einmitt, og það er alveg í umræðinni þannig að við erum eins og ég sagði nú í upphafsorðunum þá erum við líka að hugsa til þess að við séum að tryggja framtíð bankans og við séum ekki að raska starfsemi bankans meira heldur en þörfir á og við munum tala við aðra stóra hluthafa í bankanum til að ræða þetta og það kann vel að vera að það sé heppilegt að endurnýja umboðið og þannig að en þetta snýstu það að við erum að reyna að tryggja þessa hagsmuni eins vel og hægt er. Varðandi blekkingarnar að því að ég þá er það þannig að maður les bara í skýrslunni að það hafi verið upplýsingar sem bankin hafi haft upplýsingar að einhverjir tilteknir einstaklingar hafi ekki uppfyllt skilyrði sem fagfjárfestar en ekki látið okkur vita. Þetta auðvitað vitum við bara úr skýrslunni. Og við upplifum það alls ekki og ég náttúrulega var miklu minni í þessu heldur en Jón en við höfum upplifað bara allt okkar samstarf með bankanum bara sem mjög gott samstarf. En þetta er eitthvað sem að við fáum upplýsingar í gegnum þessa sátt og ég get ekki allavega sjálfur sagt, ég treysti ekki þetta sé rétt hjá FME en það er nákvæmlega með þessum hætti sem þetta kemur til okkar. Þannig að ég hef ekki verið að hafa mjög hátt einhverja svona ásakanir en það er erfitt annað en að taka mark á því sem FME segir. Já, kannski bæta við það er náttúrulega mjög óvenjulegt að setja stjórnarkjör á dagskrá nema sem sagt þurfi að kjósa einhver hafa sagt af sér og svo framvegis Þetta ég held að við vitum 2 tilvik undanfarið og þannig að það er þykir fyrir eitthvað óvenjulegt eins og ekki nema þurfum að fylla sæti. Varðandi hvort við erum blekktir ekki þá er orðalag sáttarinn þannig að við fengið villandi upplýsingar. Þannig að og það voru klárlega rangar en það var ekki fjármálaeftirlitið nota ekki orðið blekkingu. Var þetta atriði hvort við tala í Íslandsbanka Já, við höfum ekki rætt þessi mál sérstaklega við Íslandsbanka og síðustöðum. Komið. Guðbrandur Einarsson, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þennan fund. Mér langar kannski bara að byrja að því að hér er talað hæfa fjárfesta, fagfjárfesta og hér er verið að bauna á nefndamenn fyrir að hafa samþykkt þetta á sínum tíma þegar að fólk stóði þeirri trú að væri verið að leita kjölfestu fjárfestum í svona lokuð útboði. Mér langar að spyrja hvort það hefur verið rétt að heimila öllum þeim sem skilgreindir eru sem fagfjárfestar til að taka þátt í útboði sem þessu að því að skilgreininga á því hvað er fagfjárfestir er ansi víð. Þannig að ég velti fyrir mér hvort að það hefur verið rétt að gera þetta með þeim hætti. Af því að hér er búið að svara spurningu Óla Björns eitthvað sem er fyrir utan þessa skýrslu og ætla ég að leyfa mér líka að halda því áfram og spyrjast þá fyrir umboð ykkar á hugsanlegum stjórnarfundi eða umboðsleysi þar sem að það er búið að ákveða að leggja ykkur niður
og ráðherra sagði á sínu tíma að þetta væri gegn vegna þess að ráðherrarnir treysti ekki bankasýslunni til þess að eftir árangurinn í útboðinu þá spyr maður umboð ykkar yfir höfuð til þess að fara með atkvæði ríkisins á slíkum fundi. Og að lokum eru það ennþá þeirra skoðunar að þetta hefði verið best heppnaða útboð Íslandssögunar. Sko varðandi sko að heimila öllum sem uppfylla skilyrði þess að vera fagþjónustur eða vera fagþjónustar, að þá sko ástæðan fyrir því að þessi takmarkun sett fram, það er til að þurfa ekki að gefa út sölu lýsingu fyrir að búa til sölulýsingu fyrir útboðið og sem að kostaði mikla vinnu, og auk þess sem að við erum að framkvæma útboð á mjög skömmum tíma sem að var mjög mikilvægt, ekki síst vegna þess að við vorum bæði í það voru erfiðar efnahagsaðstæður í Evrópu og reynda víðast í heiminum, og einnig var náttúrulega þetta stríð í Úkraínu. Þannig að það var mjög mikilvægt að við gætum gert þetta með þessari aðferðafræði, og til þess að það veri hægt að þá þurftum við að gera þessa kröfu fagþjónustu. Og við tókum þá afstöðu að við hefðum getað sett einhver frekari takmarkanir, en við vorum að reyna bara að gera fara sem skemmst í því. Við vildum bara að sem flestir hefðu tækifæri til að taka þátt, en takmarkunin var þessi að viðkomandi var að vera fagþjónustur, og það var eingöngu til þess að útboði geti farið fram með þeim hætti sem það gerði. Og já, ég ætla nú að leyfa Jóni Gunnar kannski að svara því hversu vel heppnað eða illa þetta útboð var, en það er allavega ástæðan fyrir því og ég hugsa að við hefum ekki getað framkvæmt útboð með öðrum hætti heldur en á þessum tíma. Nú varðandi umboð bankasýslunnar, að þá kom fram í páskaleitið í fyrra einhver yfirlýsing frá Katrínu það að það ætti að endurskoða tilhögun sölu á ríkiseignum, og síðan er hún nú liðin verða 1,5 ár. Og í raun og veru þá snýst þetta það að bankasýslan nýtur einhver sjálfstæðis, og hún það er ekki búið að leggja hana niður, og það stendur til einhver endurskoðun, og menn hafa velt fyrir sér að stækka, auka umfangið sem undir svona söluapparati og umsjón og fjölga þarna einhverjum, en þið þekkið það nú kannski þetta eitthvað hefur komið á Alþingi, en það er bara bankasýslan ennþá í fullu gildi. Það hefur ekkert verið dregið neitt úr hennar hlutverki, og þar með höfum við fullt umboð og okkur ber skylda til þess að sinna þessu hlutverki okkar líka á aðalfundum eða hlutafundum. Sem aðeins bara bæta í var þetta útboðið með kjölfestufjárfesta. Ég held að við höfum aldrei nokkur tíman notað hugtakið kjölfestufjárfestir í minnisblaði eða kynningum, og kemur hvergi fram í greiningi ráðherra, hvergi. Við lýstum þessu útboði með held ég frekar nákvæmum hætti í minnisblaði 20. janúar, framkvæmdum með samskonar hætti 27. mars. Það voru þessi áform okkar voru kynnt þingnefndum kringum 20. febrúar, og það er einmitt þetta sem kemur skýrlega fram í skýrslu FME, að fyrirmæli okkar og fyrirætlanir voru alltaf skýrar. Útboðin eru beint til hæfra fjárfesta í samræmi við viðeigandi lagaákvæði, og það er ekki lágmarksfjárhæðir að ræða. Okay? Það var alltaf skýrt, og þú getur lesið það út úr skýrslu FME. Nú varðandi það, ég sagði fyrir fram að stjórnsýslu og eftirlitsnefnd í fyrra að þetta verið farsælasta hlutafjárútboð Íslandssögunnar, og ég stend við það, og ég held að síðari skoðun rennir enn frekari stóðun undir það. Þetta var útboð sem var framkvæmt á mjög stuttum tíma. Þetta var 3. stærsta hlutafjárútboð Íslandssögunnar, framkvæmt á styttri tíma heldur nokkur önnur útboð hafi gerð. Það voru liðin tæpur mánuður frá innrás Rússland inn í Úkraínu, markaðsaðstæður erfiðar, en við nýttum okkur glugga sem opnaðist, og erlendir fréttamiðlar sögðu einmitt að við hefum opnað evrópska hlutabréfamarkaði. Þetta er ekki bara eitt af farsælustu hlutafjárútboðum Íslandssögunnar, ég tala reynda farsælasta, heldur að mínu viti eitt af farsælasta sem átti sér stað í Evrópu. Við skal gefa bara nokkra tölur því til stuðnings. Semst á síðasta ári seldi Írska ríkið hluti í Allied Irish Bank,
Þeir selja 5% hlut í hvert skipti í 3 tilraurum. Fyrsta skipti var frá júní í fyrra fram til júní í ár. Þannig að þeir seldu sem sagt 5% hlut í hvert skipti. Í júní í fyrra seldu þeir 5% hlut að fjárhæð 300 milljónir evra. Við seldum 22,5% hlut fyrir 370 milljónir evra, hærri fjárhæð. Við seldum á 4,1% lagra verði heldur en síðasta lokgengi. Þeir seldu á 6,6% lagra verði. Nú, í nóvember í fyrra reist Írska ríkið í samskonar útboð. Það var selt á 5,1% lagra verði. Í fyrradag þá reist Írska ríkið enn frekar útboð og þá var selt á verði sem 4,8%. Nú, breska ríkið seldi hlut sinn í Permanent TSB bankanum fyrir þessa mánuði. Þar var selt 10% hlutur fyrir einungis 110 milljónir evrur. Það var selt að 8% lagra verði enn og aftur í samanburði okkar 4%. Nú, það var 2 norrænu bankar sem hlutur var seldir í á þessu ári. Sparibank seldur á 5,2% lagra verði heldur en lokagengi og Enskildabankan á 4,9%. Þannig að öll gögn styðja það og fullyrðingu mína að þetta var ekki bara farsælustu hlutafjár Íslandssögunnar heldur væntanlegt að farsælustu hlutafjárútboðum sem átt sér stað í Evrópu síðustu mánuði. Eins og þið heyrið þá var mjög stoltur. Það voru fleira en talan sem skiptir máli en það er verið að gera athugasemdir við ýmislegt fleira heldur en bara töluna. En ég vil líka nefna það að það voru aðilar sem voru skortnir út úr útboðinu sem voru tilbúinir til þess að borga það gengi sem var á þeim degi sem útboð átti sér stað. Ég held að við farið yfir þetta og skýrt þetta út fyrir Ríkisendurskoðun og margótt komið fram og sem sagt það þarf að ég bara vísa í svör okkar sem eru mjög ítalegt, 44 blaðsjur, það er þetta allt skýrt. Hildur Sverrisdóttir, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir að koma hérna fyrir nefndina. Ég er 20 huga sem ég bara spyrja ykkur út í fyrsta lagi. Ég meina þessi úttekt fjármálaeftirlits Seðlabankans hlýtur að vera ykkur vonbrigði, allan að mér vonbrigði. Mér langar því að spyrja ykkur, ef ég man rétt að þá var þóknuninni til Íslandsbanka haldið eftir hluta. Hvort það sé búið að taka einhverja ákvörðun hvort hún verið greidd að fullu eða hvernig svona þið hugsið það. Hitt, mér langar aðeins að staldra við almennu fjárfestar sem voru skilgreindir sem fagfjárfestar. Það þykir mér mjög alvarlegt. Við munum öll eftir umræðinu á sínum tíma þar sem að einhverju voru kannski hissa á hverjir teldust til þessara fagfjárfesta og það kannski mátti skilja á umræðinu þá að huglægt mat var að ræða. En svo er ekki, og ég tek ekki undir með ágætum kollega mínum hér að skilgreiningin á fagfjárfestum sé víð. Það sem þetta eru eins og bara út af uppfylla 20 af 3 svona fjölda ákvæmna viðskipta á ákvæmnum tíma eða af fjárhagslegu umfangi eða reynslu. Ástæðan fyrir ég vil nefna þetta er kannski þar sem er í húfi fyrir Íslands samfélag óbúslega mikilvægt að við klárum að losa eignarhluti ríkisins á fjármálamarkaði. Það er allavega mín skoðun. Og ég held við séum öll sammála að það skiptir óbúslega miklu máli að það sé hér traust á fjármálakerfinu. Þess vegna ætla ég að leyfa mér að spyrja ykkur núna, þið með alla ykkar reynslu núna, bæði fyrir og eftir þetta útborð, svona hvernig myndir aðeins horfa til framtíðar. Ástæðan fyrir að staldra við fagfjárfestina er að fagfjárfesta hefði ekki verið að ræða nema út af tilboðsfyrirkomulaginu svokallaða. Og ég man að þið rökstuddu það fyrirkomulag einfaldlega kannski út frá því að með þeirri aðferð var hægt að losa stóran eignarhluta á skömmum tíma og með það þó kannski fyrst og fremst að leiðarljósi sem er skiljanlegt en það var það eitt af markmiðunum að hámarka eign ríkisins í þessari sölu. Mér langar að spyrja ykkur núna að fenginni reynslu hvort að þið lítið öðruvísi á núna, hvort að þið mynduð ekki vilja fara þessa leið seinna meir ef og þegar þið munu halda það eða hvernig svo það er. Mér langar einnig að kannski að fá að bara spyrja almennt hvort það er eitthvað annað í þessu ferli sem þið myndu vilja gera öðruvísi og þá kannski langar mér sérstaklega að staldra við ástæður ykkar fyrir og eftir þessa reynslu af því að hafa fengið Íslandsbanka
sem framkvæmdaraðila inn í þetta útboð eða það sem hann í rauninni að selja sjálfum sér. Takk. Sko, ég var til þóknunna, þetta hef ekki verið rætt, en ég held að ég sem forstjóri myndi nú ekki leggja til í stjórn að greiða viðbóta þóknun fyrir Íslandsbanka, menn það alveg alltaf, þetta hefur bara ekkert rætt. Ég segi bara, eins og segi bara, ég framhaldi með orðum mínu sem hversu útboðið var farsælt og bara með við það að allar aðrar evrópskar ríkisstjórnir þegar þeir að selja eignarhluti í bönkum styðja sér þessa aðferð og breska ríkið tvisvar hvarf frá því að selja þetta með útboði, með útgáfu lýsingar að þá nema að finna upp einhverja aðra leið í millitíðinni þá myndi ég persónulega alltaf mæla með þessu og það getur vel verið lært eitthvað þessu, ég held að við öll höfum náttúrulega bara lært af þessu, bara vitandi að þeim skýrslum sem hafa verið gefnir út nú af FME og svo í Ríkisendurskoðun þó við höfum náttúrulega haft okkar skoðun af því að þá myndi ég persónulega alltaf mæla með því að það er sama leið farin og síðast enda er þetta svo leið sem að ég held skilir mestu fjárhagslegum ábata fyrir ríkissjóð og hefur verið stuðst við af öðrum evrópskum ríkjum. Ég myndi kannski vilja bæta þetta, sko, menn náttúrulega eru að velja aðferðir við að selja til að ná okkur markmið og það er alveg ljóst að þegar við ákváðum þessa aðferðafræði þá voru markmiðin mjög skýr og tilgangurinn með því að velja þessa aðferð en ég verður að segja að menn geta viljað ná öðrum markmiðum og þá eru auðvitað aðrar aðferðir tiltækar. Þannig að ég myndi segja að ég er alveg sammála því sem að Jón Gunnar segir að þetta er langvinsælasta aðgerðin í framhaldssölu á hlutabröðum það sem menn eru að selja stóra hluti og þannig að hún er margreynd þar þó hún sé ekki eins þekkt hér en hins vegar, eins og ég segi, ef menn vilja ná öðrum markmiðum þá þarf að horfa til annarra leiða. Steinunn Þóra. Já, takk ykkur fyrir að koma á fundinn og svara spurningum. Fyrst Lárus held að verið talaður yfirlýsingu frá Katrínu Jakobsdóttur verðandi breytt fyrirkomulag. Ég held að þetta hafi nú verið yfirlýsing frá formönnum ríkisstjórnarflokkana bara til þess að hafa það á hreinu. En ég ætla að halda mig við skýrsluna sem ég verð að viðurkenna að er bara mun verri því miður en ég hafði átt vona og átti ég þó vona því að við fengjum eitthvað út úr henni en því miður bara þá er þetta mun verri lýsing á því hvernig var staðið að hlutum en ég átti vona á og sko mér finnst það, ég veit að við hefum ekki að vera með ræður en mér finnst það skipta máli þegar við tölum þessu sölu í heild sinni að þá bara telur það inn í það. En mig langar að halda áfram aðeins þar sem frá var horfið varðandi stjórnarkjör. Því að í mínum huga þá snýst það traust og þó svo að fjármálaeftirlitið hafi talað að þetta snúist bara hluta af fjármálakerfinu þá var það hins vegar fyrir þungu höggi núna. Bankastjórinn er stiginn til hliðar en af lestri skýrslunar er alveg ljóst og það komi miklu fleiri þarna að en einungis bankastjórinn þó svo að auðvitað ber hún ábyrgð sem aðal stjórnandi bankans og ég verð því að segja mér finnst það frekar sérkennilegt og vil þá biðja ykkur að rökstyðja það betur að þeir teljið ekki endilega víst að þið farið fram á stjórnarkjör nefnið að þetta sé kannski einhver óvenjulegur tímapunktur að kjósa í stjórn en ég verð bara að segja að við erum í alveg býsna óvenjulegri stöðu vegna skýrslunar frá FME og þótt að það hefur kannski ekki beinlínis með verk bankasýslunar að gera heldur bankans þá er það þarna þið sem að farið með hlutverk í umboði almennings og þess vegna langar mig að biðja ykkur að fara aðeins nánar út. Takk. Eins og ég sagði áðan að þá settum við fram
á hvað mánudaginn var það ekki, sem að sendum við tilkynningu þar sem kemur fram að við krefjumst þess að veri haldinn hluthafafundur og við tilgreindum þar að við myndum óska eftir því að þar myndi bankinn og stjórnendur bankans og stjórnin gera grein fyrir þessari sátt og tilurð þess að hvernig þetta allt saman kom til og líka hvernig menn ætluðu að bregðast við því áfalli sem bankinn raunverulega verður fyrir við þessa sátt og það í raun og veru það sem við lögðum upp með á þeim tímapunkti. En núna höfum við átt samræður við Íslandsbanka eða formann stjórnar Íslandsbanka framhaldið og það uppi hugmyndir það að hafa inni allavega dagskrálið undir stjórnarkjör vegna þess að jável einhverjir stjórnarmenn telja að það kannski heppilegt að fá umboð og ef aðrir eigendur eru inn á því að við viljum að láta reyna á kosningu þá það bara sjálfgefið að það veri gert. En sem sagt, eins og ég sagði áðan þá þetta svolítið þannig að við erum líka svona að reyna að verja bankan fyrir því að það er ekki heppilegt að skipta út heilli stjórn í banka. Það tekur langan tíma að komast inn í rekstur banka og vera í raun og veru virkur stjórnarmaður. Þannig að það er ekki alveg góð leið að horfa upp á það þannig að það veri bara umskipti. En við munum horfa á þetta en við erum áfram að horfa á þetta út frá því líka að tryggja hagsmuni bankans og hluthafa bankans. Og við munum gera það í samráði þá við aðra hluthafa. Ég aðeins bara til að bæta við, ég held að ég hefði notað óvenjulegt en það er bara óvenjulegt, ég verð ekki að segja tíma, við höfum fulla skilning á því að þetta er óvenjuleg tímar en það hefur verið óvenjulegt að efna til stjórnarkjörs án þess að einhverja hafi horfið á braut þannig bara svona og svo var þetta trösti þetta er náttúrulega það sem eitt er náttúrulega við höfum átt að samningssamband við fyrirtækjar ágjöf verðbréfamiðlun Íslandsbanka en athugun FME nær til starfsemi bankans á miklu víðari grundvelli og fleiri starfsþátta eins og til dæmis eignarstýringar sem kemur að flokkun fjárfesta, kemur alltaf líka undir verðbréfamiðlun og fyrirtækjarágjöf sem og alltaf stjórnáttum eins og bara kannski birtast í fylgni eða tilnýni við þarna setta reglur. Takk. Akkurat, það er mjög gott, það eru 2 eftir á mælendaskrá og ég er annar þeirra. Það er bara stutt hjá mér þar sem ég er og þetta er fjölmargt komið fram og þakka ykkur fyrir að mæta og koma hérna fyrir nefndina. Það er bara mjög mikilvægt til ljósi þeirra atburða sem er í gangi og þeirra upplýsingar sem framkom í skýrslunni. Það sem ég er að velta fyrir mér og þarf kannski að rifja upp með mig líka er að Íslandsbanki er einn af þessum 3 aðilum sem sáu framkvæmd sölunar og aðeins til þess að fá upplýsingar hvernig var staðið að því vali og svona eftir á að hyggja kannski hvort að sú ráðstöfun hafi bara í ljósi stöðunar hafi ekki verið óheppileg og hvort svona til framtíðar litið komið til frekari sölu á hlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum að koma í veg fyrir að það sama endurtaki sig. Hinn spurningin er aðeins tengd því sem að Óli Björn og Steinunn komu hér inn. Ég ætla að hrósa ykkur fyrir að hafa frumkvæðið því að kalla til hluthafafundar. Ég held að það sé mjög mikilvægt og snertir einmitt það sem fram hefur komið. Þetta traust og þennan trúveruleika sem er svo mikilvægur fyrir fjármálakerfið í heild, bara til framtíðar litið. Ég ætla auðvitað að segja að mín persónulega skoðun er svo mér svolítið mikið og ég átta mig á því að það er erfitt og snúið að skipta heila stjórn á einu bretti en mér finnst svolítið mikið gert úr þessum 5 dögum og þarna hafi verið aðilar nýkomnir inn að því að við erum auðvitað með þarna hagsmunir mjög ríkir og miklir og þessi framkvæmd er mjög stór hvort að einmitt að það hef ekki verið mikilvægt fyrir þá sem að voru nýkomnir inn í stjórn að kynna sér og tryggja að því við sjáum það í skýrslunni það er bara margt sem er bent á varðandi skort á ferlum og á nauðsynlegum greiningum til að tryggja það og reyna að koma í veg fyrir frekari hagsmunaárekstra almennt svona hver ykkar skoðun sé á því vegna sem við eigum ennþá 40% hlut í bankanum hver ykkar skoðun er á ábyrgð og
ábyrgð stjórnar kannski í heild sinni. En ég held ég láti þetta duga frá mér, takk. Þú taka umsjónar? Já, ég ætla að biðja, fyrstulega að biðja nefndarformann afsökunar því að hafa reynt að taka í fundarstjórn. En kannski varðandi val á ráðgjöfunum, til að byrja með þá var það rauninni grundvallað á bara reynslu þeirra í frumútboðinu. Íslandsbanki var einn af, þeir skipta svona ákveðna flokka, einn af 3 umsjónaraðilum í frumútboðinu ásamt Citibank og JP Morgan, og þessir aðilar voru valdir áfram til þess að hafa umsjón með útboðinu, og við gerðum það bara grundvelli reynslu og þekkingar eins og stjórnarformaður stofnunar kom fram á, þannig að samstarf okkar við bankan hafi verið þannig séð farsælt og allt á mjög faglegum nótum, og það var eina af þeim ástæðum fyrir þeir voru valdir, og þarna þurfti að taka ákvarðanir á mjög skömmum tíma, og mikilvægt að allir aðilar sem koma að umsjónarútboðsins væru samhæfðir. Þá kannski byrja líka að nefna það að ef við lítum bara til erlendar fyrirmynda, og var að seðlabankastjóri fjármálastöðuleika komið að því, að það ekki sett neitt bann við þessu í Evrópu eða Bandaríkjunum að fjármálafyrirtæki standi að þarna ef verið umsjónaraðilar fyrir þriðja aðila eða fyrir bankan sjálfs í útgáfu eigin fjármálagerninga. Og þetta einmitt það sem gerist erlendis, að þarna tilfelli til dæmis sölu hollenska ríkisins á ABN AMRO, þá var ABN AMRO sjálft söluráðgjafi, umsjónaraðili. Já, hann var búin að googla fréttatilkynningu sem ég ætla að hugsa senda á okkur, en bara sem dæmi það, Allied Irish Bank á Írlandi, sem náttúrulega í eigu írska ríkisins, dótturfyrirtækið Goodbody Securities hefur sér útboð. Það aðeins í þeim tilfellum þar sem Íslandsbanki allega banki, þannig að þeir náttúrulega verðbréfaþjónustu og fyrirtækjaráðgjöf, en það ekki allir bankar, eins og RBS eða Lloyds í Bretland hafa ekki verið með þannig sem virkar svona hlutafjármiðlum. Það svona að kannski leita til annara, og það væri líka dálítið vantraust yfirlýsing að Íslandsbanki hafi ekki valið á, og við getum bara rétt ímynda okkur að ef við hefum valið einhvern annan banka til þess að sjá umsjón innlenda hluta útboðsins heldur en Íslandsbanka, og FME hefði tekið þann banka til athugunar og niðurstaðan hefði verið svo nákvæmlega sama, þá ég ekkert vissum að Íslandsbanki hefði verið sáttur. Þannig að Íslandsbanki náttúrulega best settur að verja sitt eigin orðspor. Þannig að það svona, má segja að þetta séu sem sagt, þeir og aðrir söluráðgjafar og söluaðilar sem koma útboðinu voru einnig þeir sem höfðu komið að sem sagt frumútboðinu. Svo stjórnarkjörið, ég meina það þarf náttúrulega bara að horfa til þessara hluta í raun og veru eins og ég sagði áðan að það sem sáttin fjallar eru þessi dagar þarna í kringum 22. mars í fyrra, og það alveg ljóst að stjórnarmenn sem koma inn 3-4-5 dögum áður að þeir ná ekki setja mark sitt á í raun og veru það útboð. Ég held að það líki nokkuð ljóst fyrir, þannig að ég held að ef menn eru að horfa á það sem sagt að einhver taki ábyrgð á því sem gerðist á þessum tíma, þessum dögum, að þá sé það nú ekki endilega það fólk sem að og svo náttúrulega voru einhverjir sem komu inn, það voru 2 sem komu inn sem sagt nýjir rétt fyrir útboðið, en síðan komu 2 nýjir inn á síðasta ári eða núna á þessu ári. Þannig að það en þetta til skoðunar, og eins og ég segi, það getur líka verið mikilvægt að fá bara stuðning við þann hóp eða velja hvort sem einhverjir nýjir verði þar á meðal, en að það verði þá minnskosti að menn fái kosningu og það sé þá traustsyfirlýsing inn í framtíðina. Þannig að við erum bara, þetta bara til skoðunar og hefur verið til umræðu, og við höfum velt þeim möguleika upp að ef að auglýsingin fer fljótlega út þá verði gert ráð fyrir þessum dagskrárlið, og síðan verði það að koma í ljós hvort að hve miklu leyti hann verður nýttur. Takk fyrir. Við erum að renna út á tíma, en Arndís, þú ert á síðustu mælskrá. Ég ætla að biðja að hafa þetta stutt. Getur verið að stutta að einhver leyti verið spurt út í fleiri hluti sem ég hafði líka að spurja Nú var spurningum mínum náttúrulega ekki svarað hérna áðan varðandi hlutverk bankasýslunnar, þó að það sé beintengt þessari sátt og alveg eðlilega spurningar í tengslu við þetta mál sem við erum að ræða hérna. Varðandi þetta hlutverk bankasýslunnar að kanna þessa þætti varðandi tilboðin, mat á tilboðunum, varðandi stjórnsýslulög og annað.
Ég ætla því að ítaka þá spurningu vegna þess að hún eðlileg og það ætti ekki að vera neina vandkvæðum bundið að svara henni. Ég kannski tek undir svolítið það sem að Kristrún sagði hérna áðan, lítið svo á og það hafi eingöngu verið ykkar hlutverk að taka við tilboðsbókinu og rétta hana ráðherra eða hvert var ykkar hlutverk þarna á þessum tímapunkti. Það er mikilvægt að fá svarið þessu frá ykkar sjónarhorni. Svo langar mér bara til þess að spyrja, nú það verkefni Bankasýslunnar að hafa eftirlit með framkvæmd eigendastefnu ríkisins og þessari sölu. Í þessari sátt sem við erum að tala þá gerð sátt hæstu sekt sem hefur verið lögð á þessu tagi hér á landi og þar kemur fram meðal annars að Íslandsbanki hafi ekki uppfyllt skylduna til að starfa heiðarlega af sanngirni og fagmennsku í samræmi við eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti með trúverðugleika fjármálamarkaðarins og hagsmuni viðskiptavina að leiðarljósi. Teljiði raunverulega að þetta sé orðalag sem er notað frábærlega vel heppnaða sölu? Talað hagsmunaárekstur, útboðsskilmálar hafi ekki verið virtir, áhyggjur og jafnræði og annað. Eru þið raunverulega á því að það að einhverju tölur og einhver tölfræði, þó hér hefði verið bent á að það hefði verið hægt að jafnvel fá hærra verð, teljið að það raunverulega sé er það eini mælikvarði að ykkar mati á það hvort að salan sé velheppnuð eða ekki? Sko varðandi hlutverkið, þá náttúrulega hlutverkið mjög fjölþætt, eins og ég nefndi hérna áðan, ég meina þetta ekki bara að færa tilboðsbókina á milli aðila, það auðvitað langt ferli bæði undan og eftir því, en það sem að skipti máli náttúrulega það að umsjónaraðilarnir og söluaðilarnir hafa náttúrulega veigamiklu hlutverki gegn og upplýsingarna sem við byggjum á koma meðal annars frá stærstum hluta frá Íslandsbanka. Þannig að þið lítið ekki á þetta sem ykkar hlutverk að meta þetta? Að meta, við getum ekki, sko við þurfum að byggja á upplýsingum frá þriðja aðila og það er bara innbyggt inn í kerfið og við verðum að geta treyst þessum þriðja aðila. Ef við gerum það ekki þá erum við í vondum málum. Það er alveg ljóst að við getum ekki, svona útboð getur ekki byggt á því að einhver einn aðili þurfa að fara onni í hvert einasta ferli út allan heim, því þetta er náttúrulega voru aðilar út allan heim sem voru að hafa milligöngum þessar sölu. Þannig að þetta er bara partur af þessu prógrami, að menn eru með þetta kerfi og það byggir á því að við getum treyst og það sem gerist núna er það að kerfið virkar. Það er það í staðfestingi núna í raun og veru, það virkar að vísu ekki þannig að þetta væri leiðrétt á staðnum, en menn upplýsa þetta og klára þetta og það eru beitt viðurlögum og það er eitthvað sem skiptir miklu máli. En varðandi hitt sem hvað var seinna atriðið? Ég set mat á tilboðum og svo farsælt útboð þarna. Hvað var seinna atriðið? Teljið þið það, þá tölu sem að þið fáið úr þessari sölu vera eina mælikvarðan á það hvort að það hefði vel hefnast eða ekki? Nei, en það sem að það sem varst að tala var það að þarna væri búið að brjóta þessar reglur með þessum hætti og hafa gengið fram með þeim hætti sem þarna er lýst sem er reyndar mjög hvað maður að segja það er gengið menn telja að þarna hafi verið víðtæk brot að ræða en samt sem áður þá kom það fram hjá FMI áðan að þessir aðilar hefðu verið að koma ágætlega út úr mati á undanförnum árum og ég ætla svo sem ekki að gera sérfræðingur í því en þeir eru allavega gáðu til kynna að þetta væri ekki kannski þannig að við getum bara sagt að fjármálakerfi væri bara í einhverju rúst en enga síður að þá er þetta þannig að við fáum þá lúkningu í þessu máli og við reyndar sögðum það í fyrri tímum eftir þetta útboð að það ætti þetta að koma í ljós hvert hlutverk eða hvernig menn hefur rækt þetta sölu hlutverk sitt og það er að gerast núna og það er komin gagnvart einum aðila. En já. Teljið þið þetta eina mælikvarðan á það hvort að salan hafi verið farsæl eða ekki? Með fjárhagslega niðurstöðu. Það er bara forgangsmeginregla í ákvæðum laga 150/2012. Er það eina? Það lítur alltaf að vera númer 1 og ég ætla bara aðeins að fara út í aðeins að fjalla útboð í þeim bara útboð þess vinkli sem þú ert að bjóða upp á fyrsta lagi það samningssamband okkar er við umsjónaraðilana, þeirra viðskiptavinir gera tilboði gegnum þá, og þess vegna fellur á þá skylda að meta tilboðin meðal annars út frá þeim áherslum sem koma fram í
ákveður ráðherra dreift eignarhald og samkeppni og svo framvegis og langtíma fjárfesta. Og það stendur til dæmis bara í tilkynningu sem við birtum rétt eftir klukkan 4, 22. mars, getur áður útlöndum farið þegar fjárfestar sem sækist eftir að taka átt í viðskiptum vera ákveðna bankasýslu ríkisins í samræmi við umsjónaraðilana. Þannig að það fellur alltaf dálítið á þá lögum samkvæmt að leggja frummat á tilboði, síðan rauninni förum við gegnum fjármálaráðgjaf okkar og niðurstaðan verður svo að við fáum heimildir á þeirra til þess að gera tillögu úthlutun og síðan sem líkur ekki fyrir rauninni fyrir klukkan 3:30 nóttina. Kannski líka eitt sem lítur bara á sáttin og brot Íslandsbanka, snúa fjárfestavernd og eina ástæðan fyrir því að útboð var svona farsælt og í stendur þau ár og það er ekkert sem framkemur í skýrslu FME sem leiði til þess að ég dragi orðin tilbaka, að það að gengið eftir útboðið hélst mjög gott, meðal annars vegna þess að við tryggðum langtíma fjárfesta. Ef það hefði ekki gerst, það getur gerst ef við tekið hærra verði frá mögulega fjárfestum sem aldrei getu til þess að standa bak við tilboð sín, þá hefur verið fallið og það geta leitt til bótaskyldu og sem sagt fjártjóns hjá þeim sem tók það. Einsetning. Þú svaraði spurningunum minni hérna áðan í fyrri umferð þar sem ég spurði hvort að þið hefðu framselt eitthvað hlutverkum neytandi. Nei. Samtalið að það sé Íslandsbanka meta tilboðin samkvæmt lögum, þá er það ykkar hlutverk að leggja mat á tilboðin. Þannig að þið haldið samt sem að vera fram að þið hefði ekki framselt neitt að eitthvað hlutverkum. Nei, við gerum það ekki. Við leggjum að sjálfsögðu okkar mat, en frummati verður alltaf, meðan þess ekki bara vitna í MiFID-reglugerðirnar, það kemur það fram að þeir eru með ákveðna úthlutunarstefnu og svona þess. Þannig að það er sagt MiFID-reglugerðin sem svona það er. Góð mál. Herru, ég vil þakka ykkur fyrir komuna, Jón Gunnar Jónsson, forstjóri Bankasýslunnar og Lárus Blöndal, stjórnarformaður Bankasýslunnar. Fundi er slitið í efnahags- og viðskiptanefnd. Takk fyrir. Takk.